Hvað ég að spá? Þú veist, einhver íslensku strákur að fara að lifa því að vera professional MMA fighter. Þú veist, það var alltaf galið. En þú var samt með þetta í hausnum? Já, þú veist, ég var bara heldtekinn af þessu. Og Þú veist, það ekki beint svona leiðin sem að allir fara, að flestir fara eitthvað, en þú veist, fuck it. Welcome to the UFC, Gunnar Nelson. Ladies and gentlemen, make some noise, a fantastic performance. Gunnar Nelson. It is what it is, it's just gonna come. I'm a huge Gunnar Nelson fan, I'm going to say that first and foremost. Icelandic submission magician. Þetta það sem ég kann. Þetta það sem ég bestur. Það bara þannig. Það ekki betur en ég í þessu. Þetta það sem ég kann. Velkomin í The Snorri Björns Podcast Show. Þáttinn þar sem að Snorri Björnsson tala við áhugaverða einstaklinga sem hinga til hafa bara verið íþróttamenn. Og í dag engin breyting þar á. Mikið afskaplega ég spenntur fyrir þættinum í dag. Ef þú ert að leggja stað í flug eða langa bílferð þá ertu in for a treat því innan nokkra sekúndna hefst 2,5 tíma innsýn inn í líf besta bardagamanns Íslandssögunar. Það reyndist hægara sagt en gert að fá Gunnar til að koma í podcastið. Hann fyrsti gestur sem ég þarf að sækja heim til sín og fara með hann sjálfur hingað í stúdíóið. Það margt sem hann langar að vita Gunnar Nelson, skiljanlega. Þú veist, af hverju hann svona rólegur og hann í alvörun ekki stressaður? Hvernig það að fara inn í læst búra móti manni sem langar að kýla þig í rót? Hvernig það að vera kýldur í rót? Hvar stendur hann á ferlinum eftir síðasta tap og hvernig í ósköpunum var það að byrja í menntaskóla bara til þess að droppa út úr honum á miðjum fundi með skólastjórunum til þess að hefja bardagaferilin sinn? Það voru ekki margir Íslendingar eitthvað að fíblast í UFC á þeim tíma sem að Gunni ákvað að feta þennan veg. Allar þessar spurningar leiddu kannski að skemmtilegum sögum og fyndnum frásögnum Gunnars. Og það neyðist að fá nærbuxurnar hans pappa og við vorum í Barcelona, það getur ímyndaður að það ekki verið ferskar. En í grunninn vilja þið takið sérstaklega eftir einu í þessu podcasti. Nú íslenska þjóðin öll á baku Gunnar og ég á ennþá eftir að hitta þann Íslending sem heldur með andstæðingans í bardaga. Það má samt segja að síðasta ár sé ekki nein sigurganga fyrir Gunnar og ég verð meira og meira varu fólk sem fyrir að efast hæfileikan sem bardagamanns. Það efasemdir hafa svo sem rétt á sér enda ekki mikið af upplýsingum á yfirborðinu til þess að rýna í annað en sigur eða tap í bardaga og síðan þau nokkur orð sem að Gunni mumblar í viðtölum. Fólk farið að spyrja sig hvort Gunni haldist í UFC eða hvort hann sé bara topp 10 bardagamaður og ekkert meira en það. Það hefði verið auðvelt að krefja hann svör, hvort að nú þurfa hann ekki að fara að spýta í lófana, hvort hann verði ekki að vinna næsta bardaga eða hvort hann gæti ekki æft betur eða flutt út til að æfa með reyndari bardagamönnum. En allar þessar spurningar springa eins og sápukúlur þegar það lenda á skotheldu og mjög vitru hugafari sem að ungur drengur með athyglisbrest og ofvirkni þróaði með sér í æsku og mun nýta sér til þess að ná heimsmeistaratitlinum í The Ultimate Fighting Championship. Gunnar Nelson, gjörðu þið svo vel. Gunnar Nelson, velkomin í podcast. Þakka þér fyrir. Það var mikið. Já, það hafðist hjá okkur. Það hafðist. Þú ert fyrsti gestur sem að ég fer heim til og sæki í podcasti. Já. Ekki út af því vantaði far, heldur bara að það ekki hægt að ná í þig. Já, þetta búið að vera svona smá vesen. Já, það hvað klukkan var? Sótti mig, gafst mér að borða og komst með mig hingað. Það voru skilmálunir til að fá þig í podcasti. Já, það var Joe. 12 tíma svefn eða? Það voru 12 tímanir í nótt. Mikið að gera, undanfarið? Já, búið að vera vitlaust alveg. Þú ert búin að vera í slatta, ekki bara videogame session eða? Jú, það er búið að vera recovery og Fortnite. Hvernig recovery að lýsa sér þessi dagana? Það er bara mjög gott. Ég komin á 7. viku og farin að boxa, sparra en það er ekki svona eitthvað smottir í það ég geti farið að glíma. Það er svona þá smá kannski vöku eða bara svona styrleiki í hnénu. Það maður að vera bara 100% til þess að geta farið í það? Sko ég þarf bara að geta fengið, hælinn alveg í rassinn og geta fengið alveg pressu á
löppina, þú veist, ef einhver liggur ofan á mér eða eitthvað og setur allan þungan ofan á og ég þarf náttúrulega að nota lappina til að lyfta honum frá og síðan öll þessi hliðar átök og þú veist, og fótalásar og síðan náttúrulega wrestlingi það sem er mjög mikið álag á hnén og svona hliðar álag og þannig, þú veist, þetta þarf alltaf að vera tipptopp á hann maður byrjar að taka á því, sko. Já, ég geti trúið að sé svona smá erfitt að þú veist, þú þarft að vera svo ótrúlega tilbúin í bara eitthvað högg í hnéð og að vera komin í einhverja fáránlega stöðu og einhver liggur ón á hnénaður í einhverju fáránlega stöðu. Já, og er að sækja á kannski löppina og svoleiðis og síðan alltaf líka spörkin, þú veist, ég er ekki byrjaður að, þú veist, sparka, ég get sparka sjálfur aðeins en ég veit ekki hvernig það er ef ég myndi fá högg á lærið, þú veist, það kemur alltaf slingur niður á hnéð og svoleiðis. Heldur að einhver myndi sækja sérstaklega á meidda hnéð á þér? Í bardaga? Já. Já, 100%. Í alvörunni? Já. Eru menn svona slæmir eða? Já, þetta er náttúrulega eðli sportsins, sko. Hefur þú einhvern tímann farið inn í bardaga bara eitthvað að vita að þessi gæi var að meiða sig í hægri öxlinni og sótt þá harkalega í hana? Nei, ekki svo í muni, sko, en þú veist, það er alveg menn er alveg þannig, sko, að þeir meiða sig í ökla hnéð eða eitthvað og eru með svona hnéhlíf, oft setja hann að báða megin, sko, svo menn veit ekki alveg hvor það er. Það er ekki það hinum megin en þeir eru svona með hnéhlíf eða ökla svona breys eða þannig. Þú náttúrulega bara postaði myndaðir búið að skera þig upp á vinstra hné á Instagram sama dag á aðgerð. Enda verið ég bara góður eftir nokkra vikur og þá breytir þetta engum máli og þá geta ég sótt á þetta hnéð sem ég vilja. Þú lést skera þig upp á báðum til þess að villa fyrir? Já, tók bæði, sko. Lítið gott. Þú ert akkurat núna á ferlinum að koma undan svolítið erfiðu tapi og svona mjög vafasamt tap því að varst örugglega svindlað á þér svona eftir álitið og mikil umfjöllun þetta eina róttök sem þú fengið á ferlinum. Þú hvílir í ár og eftir óþreyjufulla bið eftir bardaga þið boðin draumabardagi gegn Neil Magny en síðan þarf þetta að draga þig út úr honum vegna þessa meiðsla sem vorum að tala um þannig að veist, það er ekki nema að vona fólk hver að spyrja sig hvað er The Taste Hammer? Þetta er náttúrulega hvað er The Taste Hammer, já. Sko Herru, við glemdum alveg að útskýra við hættum að tala um The Taste Hammer hvað segðu mér, hvað er The Taste Hammer? Taste Hammer, það er sérst upprunlega ákveðin ostur á ákveðnum stað í Dublin einu veitingastað sem er gríðarlega þroskaður ostur og bragðmikill og síðan eftir það þá fórum við að nota þetta bara ég og Johnny yfir mjög sterka og þroskaða osta og það líður eins og þú fáið bara hamar beint í andlitið eða eiginlega sko hamarinn kemur svona og upp þetta er svona fyrir hérna svona svo upp stór hamar það sem horfa á Mortal Kombat þá Shao Kahn hamarinn sko það er Taste Hammer. Þetta er náttúrulega helviti súrt epli að bíti í sko það lendi þessu sem er algjörlega óskildið Taste Hammerinn samt sem er allt annar hlutur sko en já þetta var náttúrulega alveg glatað sko þú veist maður er búin að það er líka búið að vera þú veist ég er búin að vera að leita að barda í einhverja mánuði áður en að þetta kemur upp sko þú veist áður en ég fæ þennan barda á móti Neil sem er náttúrulega geggjað já. Og búin að setja upp alveg þú veist, sturla kamp og það eru akkurat þegar ég meiðist þá er einhver 6 gæjar eða eitthvað aðeins með mér og einhver 6 aðrir á leiðinni þú veist svona við og dreif náttúrulega, þú veist ekki allir í einu en þú veist það voru allavega 6 gaurar sem átti eftir að koma og bara þú veist stemmingin geggjuð og náttúrulega bara þú veist langþráð fara að komast aftur inn og síðan bara gerist þetta á 4 vikur fyrir eða eitthvað. Hvernig varstu svona líkamlega og andlega með að við fyrir Ponzinibbio bardagan? Út af að ég veit að þú varst í þínu besta formi fyrir Ponzinibbio. Já, þú veist ég var bara fílíkt vel stemdur og bara góður og æfingarna gengu ógeðslega vel og ég einhvern veginn þú veist þessi Ponzinibbio bardaga var náttúrulega ömurlegur en ef ég að segja alveg svo þá situr hann ekki það í mér sko, þú veist, þetta er náttúrulega bara mér langar, ég væri feitt til að fá bara rematch á móti sem gæja en
þú veist, hvað var það einhvern veginn, hvernig mér líði þetta staglega og svoleiðist, þú veist, það bara þú veist, þetta er eiginlega bara svolítið svona fuck it, sko. Já, ég man eftir bardaðan, þá varstu nú bara nokkur slagur hérna kvöldið að spjalla við kót félagina sem þú kynntist í Call of Duty og fáðu bara nokkra bjóra og reyna að gleyma þessu mómenti þarna nokkru tímum áður. Já, eins og ég segi, þú veist, þetta bara fór eins og þetta fór og þú veist, þú ferð ekki tilbaka neitt og það er alveg hægt að læra af ákveðnum hlutum og svoleiðis en þú veist, eins og áður þá bara fer maður bara aftur í gimmi og heldur áfram að djöflast og maður lærir af svona og þú veist ég hefði örugglega getið gert alls konar hluti í öðruvísi og eitt af þeim að hafa þú veist hóa í dómaran sko þó að hafa ekki í rauninni þeir segja við okkur fyrir þú veist það er ekki okkar þeir eiga að stoppa bardaðan, við eigum ekki að stoppa bardaðan. Byrjuðu segja þeir að það sé ekki þeirra að eiga að stoppa? Jú, dómarinn hitti alltaf fyrir bardaðan, bara rétt áður úr tala bút. Og eitt af því sem hann tekur fram er, þú veist, hvað sem gerist, eða fyrst að broti á þér eða eitthvað, ekki þú stoppa. Já, meinar, já, það er ekki ykkar að gera. Við erum augun á þessu og við stoppum bardaðan þegar við sjáum að það sé brotið á einhverjum. Já, þeir taka þetta alveg fram. Já. Eitt eftir hennar barda líka var að bara nokkrum mínútum þú ákveður þess að ekki það var svona smá vafamál hvort að þú myndir koma á blaðamannafundin út af því að það er víst eitthvað svona prinsip eða policy að sé farið með menn sem er rotað upp á sjúkrahús eða ekki þú slappst alveg við það? Já, þetta var bara svona flass hjá mér svona þú veist rétt svo dett út í sekundu eða eitthvað og þú kemur þess að inn á blaðamannafundin og þú berð fyrir að pota það í augun á þér og ég held að ég hef ekki verið einnum en ég eitthvað svona þú veist, maður svona mjög svektur en ég svona, býtu hvað afsökun er það allt hérna að pota það í augun og síðan fannst mér að magnaðast að veit allt saman er að þú og hotnamennir er að komnir aftur upp á hótel bara, þú veist, hálftíma eftir bardagan og þá eru þau komnir með bardagan í síman og eru að horfa á hann og ég held að sé John þjálfarinn sem segir bendir strax á að nokkrum sekundum áður en róttöki kemur þá stendur þú óvinni nálægt Ponzinibbio hvað, var bara ekkert fjarlægaskinn eða varstu bara svona að spila Nei, hann alltaf potar nokkur sinnum en alveg í byrjun þegar ég fyrir inn og slæði hann með svona uppercut þá fara bara báðir puttanir inn í augun á mér og það var þetta sem ég man eftir sko Þú nærði honum alveg þar smá eða ekki? Jú, ég hitt hann ágætlega og hann er svona byrjar að bakka sko Dómarinn gerir ekki neitt og ég hugsa svona, þú veist, bara mjög snöggt að bæði náttúrulega hann er meiddur, ég get eldan aðeins en þú veist, ég sé samt tvöfalt þú veist, bara svona alveg tvöfalt, þú veist, bara 2 Ponzinibbioar en ég svona var nokkuð vissum að annar þeirra væri gæinn 50-50 Já og ég eldan eitthvað og síðan hugsaði, þú veist, ég hef alveg fengið svona áður og þetta tekur svona tíma að jafna svo ég held kannski að þetta myndi bara, þú veist syngast saman þú veist, og ég myndi hafa tíma til þess að þá bara þú veist, hann myndi mögulega ekki taka eftir að ég hef fengið þetta pot eða eitthvað að ég væri að sjá tvöfalt en síðan gerði ég mig grein fyrir einhvern tíðan í bardaganum að ég bara, þá kom eitthvað svona jab út í lofti og það var eiginlega bara alveg við mig og þá var ég bara shit ég er engaðin að skynja fjallaðina þarna og síðan þegar ég horfa á þetta tilbaka fyrsta höggið sem að lendir hann að hægri hendin þá er hann bara eins og sko eitthvað hross bara svona hoppar svona 2 ára áfram og slæðir þess að hægri hend þú veist það er bara að þú veist þegar ég horfi á þetta þá er ég bara hvað var ég að gera Já þú horfir á sjálfa og sérð alveg að þú ert ekki að performa eins og það hefur átt að gera þetta er bara svona þú veist þetta högg hefði aldrei átt að lenda þarna ger ég mig grein fyrir að ég á bara þú veist, engaðin að skynja fjarlæðina sko. Já, mér var svolítið klikkað að heyra John segja þetta og ég var einhvern veginn ég fattaði ekki alveg hvaðan það kom þetta með augun sko og þá voru náttúrulega strax eftir fætin voru ekki komnar þessar myndir og replay af öllum þessum augpotum sko en þegar að John sagði að þú stæðir svona nálættunum og þá var hann basically að meina að þú stæðir bara inn í þú veist, reachi þannig að hann geti þú veist, náð höfuðhöggið en er það bara eitthvað sem að þú varst augljóslega að standa miklu næránum heldur en vanlega, eða ekki? Jú, ég hefði, þú veist, vanlega myndi ég standa aðeins rétt við línuna, sko, þú veist, við svona rétt við pocketið, þú veist, það sem að menn
finnast þeir ekki það náð mér en ég skynja náttúrulega strax leiður og kominir á nálagt og þá get ég hoppað aðeins aftur sko. Já, eða þú veist fært með aðeins og counter eða eitthvað svoleiðis eins og ég nota mikið en þarna var ég bara ekki að skynja hvar ég var sko. Finnst hann vera í rauninni utar heldur en hann en hann augljóslega tölvöld nær. Þú hefur aldrei verið rótaður einn svona æfingu eða? Nei, þetta bara fyrst skipti sem ég rótaður yfir höfuð sko. Eða bara fyrir út. En svæður? Já, einu sinni. Æfingu? Já. Hvað, þú veist, var þetta sjokk að lenda í þessu eða var þetta út af ég hefði haldið að, þú veist, maður að tala um eitthvað bardamann sem í UFC og hann eitthvað, jú, maður hefur nú verið slegið niður nokkru sinnum en þú veist, þú hefur aldrei verið bössaður. Nei, þú veist, ég hef alveg fengið þung högg og allt það sko og þú veist, ég hef verið slegin niður jú, en ég hef aldrei verið slegin út sko og eins og hann hérna Rick Story sló mig eins og þá bara svona misti ég lappinnar undan mér að þannig sko en datt ekkit út sko og já, þetta er svolítið skrítið þú veist, þú vaknar og síðan svona á einhverjum sekundum eða þú veist, sekundu eitthvað þá bara svona anskotin þú veist, ég sé þetta í sjónvarpinu og ég veit alveg hvað gerðist þá var maður bara svona, en þú veist, ég var alveg þú veist, þeir spyrjaði alltaf eitthvað hvað árið er eitthvað svona að tjekka hvort þú sért ekki alveg góður og þú veist, ég vissi náttúrulega alveg ég vissi bara allt hvað það gerst og eitthvað bara átt að með á því að það voru þarna einhverjar sekundur eða einhver smá tíma sem ég myndi ekki og þá veit ég nákvæmlega hvað það er sko. Þannig í rauninni þú opna bara augun og ranka viður og sér það hann er bara fagnandi. Já, einhvern veginn svoleiðis sko. Það hefur verið þokkalega súrt maður. Já, það er fúlt. Þetta er smá svona, það er eins og að sé smá einhver ógæfu bölvun á þér. Já. Það er svona, þú veist, þetta hvenær varstu komin á strikið? Var ekki Albert Tumenov, Alan Djuban, var einhver á undan þeim tveimur? Varstu ekki á 3 fæta striki? Nei, voru ekki bara þeir tveir. Þú veist, þá leit út fyrir eins og þú værir að klífa hennan stiga helviti hratt. Já, það var búið að bara, þú veist, eins og segjum, ég var búið að líða bara þrjusu vel, þú veist, síðust bardagann mína. Og þú veist, var einhvern veginn komin í góðan gýr og búin að læra slatta að mæja bardagann. Bara svona aðalega sjálf á mig, sko, eða svona, þú veist, skrokkin og svoleiðis og hérna og síðan, þú veist, lendi ég í þessu. En eins og ég segi, fyrir þennan bardaga og í bardaganum, þú veist, mér hefur aldrei liðið betur, ég hef aldrei verið betri. En þú veist, hann fór eins og hann fór. Það er náttúrulega alveg svona smá biti að kyngja þannig séð, en þú veist, svona er þetta bara. Já, nokkulega. Og ég veit samt að, þú veist, Íslendingar og náttúrulega þínir aðdáendur eru svo mikið að bíða eftir því að sjá þig fá svona bardagan sem þú átt skilið, sko, út af það er einhvern veginn, þú veist, það kemur eitthvað bakslag í fyrirliðin og allir svona, já, ok, en þú veist, það gerðist út af þessu, svona, mann finnst maður aldrei verið búin að fá sanngjönd úrslit úr bardaga og það er eins og UFC bardagamennirnir í veltuviktinni, þeir vita þetta líka, út af það tekur engin góður eða ofarlega rankaður sjensinn á því að taka bardaga við, eins og Ponce Nibio, það var bara eitthvað no-name sem að samþykti loksins bardaga við þig. Þú veist, hvernig líður ekki smá sjálfum eins og að, þú veist, þú ert miklu betri heldur en sætið sem þú ert í á listanum og það er svo mikið risk fyrir gæðina fyrir ofan að taka bardaga við þig en þú nær ekki að vinna þig upp úr þessu nema með því að taka einhverja lélega gæja og lendi síðan í einhverjum óhöppum við þá. Já, það er náttúrulega bara þetta síðasta, þú veist. En jú, það er bara nákvæmlega staðan að það er ótrúlega erfitt fyrir mig að fá andstæðing út af að menn vil ekki berjast um mig út af að, þú veist, þeir vita að ég er mjög hættulegu fætir fyrir þá og þú veist en út af að ég er ekki rankaðar herra þá einhvern veginn sjáðar það ekki, þú veist, og managerinn er að væntalega og svoleiði, sko, þú veist, bara svona það er ekki þess virði, sko, þú veist, gæðin er mjög hættulegur og hann er ekki rankaðar herra en þetta, þannig að, þú veist, við reynum að fá okkur annan sem er bara auðvöldari og þú veist, meira gain. Ég veit að þú og pappiðinn hafið alveg nefnt þetta í UFC og vilja fá, þú veist, háttrankaðan gæja augljóslega út af að þú telur vantilega ekki vera á þeim stað sem þú ert rankaður í veltuviktinni.
Nei, ég veit bara, þú veist, ég veit alveg hver mín geta sko og ég, þú veist, svo sem aldrei verið að spá eitthvað allt og mikið í þessu ranking-systemi sko en já, þú veist, við viljum fá topphaur og höfum satt að lengi og þú veist, satt að segja þá UFC alveg búin að vera að reyna að matcha okkur við, það eru bara svo margir sem að segja nei og ítrekka sko. Já, það er líka náttúrulega eins og með þetta tildæmið þarna, hann var voða til í þetta á netinu en síðan komaði að skrifa undir og það voru menn veikir og þetta sinnaður meirundum en út að ég veit þú ert ekki að spá mikið í þessu ranking systemi hvað þú veist þitt svona goal og þitt markmið það er ekki þú veist jújú það er kannski mómentið að vera með beltið utanum magan á þér en hvað er svona það ég veit þú ert ekki beint að eldast eftir þessu ranking systemi og reyna að vera rankað númer 1 heldur meira eitthvað svona general perspektíf á það að vera bara það góður að þú getur tekið hvert sem er. Já, það er náttúrulega bara alltaf verið, þú veist, það sem ég er að fókusa á er bara að verða betri og bara, þú veist, mér er einhvern veginn meira andum það sem ég er að spá í, þú veist, að bæta mig og verða, þú veist, ég hef alltaf verið svona fætir sem að reyna að klára bardaðanum mín, að reyna að, þú veist, ég sýni svolítið, þú veist, ég sýni svolítið martial art þegar ég er að keppa, þú veist, og það er það sem hefur alltaf verið mitt passion sko, þú veist, ég hef ekkert gaman að ég er svona gæjar sem að grænda sér svona hálfpartin í gegnum einhverja sigra og þú veist og maður einhvern veginn horfir á bardaðan og svona jú, þú vannst þennan bardaðan þú kláraðir ekkert bardaðan eða þú veist maður veit ekkert almennilega þú veist hvernig þetta hefði farið, þetta hefði verið lengra eða svoleið sko, mér finnst það ekkert sérstaklega spennandi, mér finnst spennandi að horfa á gæjar sem fara að inn og maður sér bara þú veist, yfirbyrði, maður sér bara þú veist, djöfullur þessi gæði góður þú veist hann er að gera einhverja hreyfingar og einhver svona bröð sem eru bara, þú veist, hvernig hann gera það og hvernig hann setur þau upp og þú veist, þú sér bara greinilega að þessi gæði er, þú veist, alvöru kraftsmann, sko það er eitthvað sem ég hef alltaf þú veist, litið á og litið upp til, sko, þú veist, þannig það er sem ég fíla, þú veist, ég fíla svona alvöru martial artist þú veist, ekki bara gauðra sem eru að náta að þeir eru eldastu peningana eru þú veist hvað maður að segja já, bara fara bara og eina sem eru að hugsa er bara að vinna hvernig sem er það finnst mér vera svona bara ekki eins spennandi sko. Mér finnst geggjað að þú sért alltaf að bæta þú ert að koma inn í hringin og menn er að sjá þú veist, hann er búin að laga þetta og þú veist, djöfull er hann orðinn góður þarna, þú veist, þess að maður er bara fylgst með alls konar fæturum í kringum árin það er miklu meira varið í það heldur en bara eitthvað svona gaur sem að næra einhvern veginn að grænda sig í gegnum hitt og þetta og þú veist, enginn af börnunum að segja eitthvað sérstaklega skemmtilegir eða þú veist svona impressive veist, mér finnst það bara það ekki ekkert sérstaklega spennandi sko. En er þetta þá kannski ástæðan fyrir því að þú ert ekkert að trastólka á netinu eða kalla menn út eða reyna að æsa eitthvað og fá svona bardaga sem að ótt kannski ekkert að vera pæli í eða? Ég held að það sé alltaf líka bara karakterinn sko. Hvort sem að ég hvernig fætir sem ég er sko, þá held ég að það, þú veist, það er líka bara svona karakterinn sko, mér finnst það oft bara svo, þú veist, það er bara ekki ég og þú veist, sumi gera það og það er alveg, maður hefur alveg gaman að eins og, þú veist, ég hef mjög gaman að þú veist, konur og svo leið, sko en síðan eru svo margir sem að maður er bara eitthvað, þú veist þegið bara, skilur og þú veist, þú ert að vara að berjast þetta sem ástund, það nennir enginn að hlusta á þetta væl og þetta dæmi, sko og þú veist, já, ég veit ekki mér finnst það persónulega ekki eins spennandi sumir er alveg húgt á þetta sko, allt þetta svona drama í kringum og finnst það rosalega spennandi og það er náttúrulega selur og það er mjög margir sem fylgjast með því og finnst það hæpa upp alveg bardaðana svakalega en fyrir mér þá er það ekki, þú veist það er oft 2 bardagamenn sem segja ekki orð og eitthvað svona og ég bara hef aldrei verið spenntari fyrir að sjá bardaða, þú veist, það er bara match-upið sko, þú veist, ég þekki stílinn þeirra, ég þekki, þú veist hvernig þið berjast og þóttir séu að íta hvora öðru með ekki undan bardaganum, það skiptir mig ekki neinu máli sko. Mér finnst oft bara að vera svolítið kjánlegt og tilgerðilegt líka
og fyrir utan bara, það bara ekki ég, þú veist, ég hef bara enga löngunni að segja þessum gaur að hann sökki áður en ég berstöðan, skilur, þú veist, það bara ekki, það bara ekki ég. Ég nenni ekki að spá í því, sko. Það svolítið öðruvísi heldur en liðsfélagiðinn, hann Conor. Getur aðeins rakið hvernig þetta byrjar allt saman út af þið eru linkaðir saman í gegnum John og það ekki út af það að John kemur hingað til Íslands og að halda eitthvað námskeið og bara spottar þig, óvart? Jú, sko, hann kemur 2006 minnum mig og þá, þú veist, þá erum við bara eitthvað að byrja, ég bara eitthvað karatistrákur, sko, og eitthvað svona aðeins byrjar að glíma og brjóta spýtur og... Já, brjóta spýtur og múrsteina og sýndi yfirburð þar. Já, þar var ég sterkur, sko, en hann, þú veist, kemur hann og kennir okkur að glíma og hann náttúrulega tölvöld minni heldur en ég, sko, og ekki að ég var hans léttari þá, þú veist, en ég núna, en hann var samt, þú veist, hann tölvöld minni og ég glímdi við hann og hann var brúntbelti á þessum tíma. Ég held að ég sé bara hvítt eða eitthvað, eða mögulega blátt, ég held samt ekki. En hann, já, ég glími við hann og það er alltaf bara, þú veist, maður hefur bara aldrei upplifað annað eins, sko. Þú veist, gæðin alveg tölvöld minn en ég, en það bara eins og sért með trukk ónaðir, sko. Og trukkurinn einhvern veginn að hreyfa sig líka tölvöld hraðar en þú, en það alltaf samt trukkur ónaðir, sko. Og þú fær þarna bara eitthvað, hvað í gangi? Já, þá ég bara, þú veist, að upplifa bara jiu-jitsu í fyrsta skipti svona háleveli, sko. Og þá, þú veist, ákveði ég tala eitthvað við hann og síðan fæ ég að koma til hans þannig einhverjum mánuðum setna og ber sig að minn fyrsta barda 2007 eftir að vera búin að vera hjá Johnny í 2 mánuði. Já, ok, og þannig hann í rauninni, þið ákveðið að hann yrði þjálfariðin. Já. Hvað gerir síðan út af að þú ert á þessum tíma bara í MS eða eitthvað, eða ekki? Jú. Þú ert ekki búin að ákveða að taka skrefið út í að verða atvinnumaður? Sko, ég var eiginlega, þú veist, ég vissi það eiginlega, þú veist, mér fannst ég alveg vita, en ég hugsaði alltaf að ég ætla að byrja að taka eitt barda, þú veist, sjá hvernig þetta sjá hvernig ég fíla það í rauninni og ég vissi alveg að ég fíla jiu-jitsu og þú veist, ég gaman að striking líka, ég náttúrulega kom úr þannig background, sko, karatinu og við vorum byrjaðir að kickboxa og djöblast eitthvað svoleiðis. Er þetta að segja mér að þú vissir að þú gast hætt að vinna í einhverju dagvinnu og þú getur orðið atvinnu bardaðamaður áður en þú tókst þinn fyrsta barda? Sko, það var alltaf stefnan, sko, það var alltaf einhvern veginn svona, þú veist, draumurinn hjá mér og það var svona, þú veist, já, ég held ég hef alltaf vitað það, sko, þú veist, það var einhvern veginn, þú veist, ég var ekki að gera neitt í skólanum, þú veist, maður var bara eitthvað, mér fannst ég bara að vera að mæta þarna og eyða lífið mínu í að sitja á einhverjum bekk og hlusta á eitthvað dót sem ég hafði engan áhuga og var ekki eins og mun eða neitt, þú veist, það gott að blessa að gera þetta allt, en bara í mínu tilfelli þá fannst mér bara, þú veist, eins og ég gæti verið að gera eitthvað annað og ég var bara til í að taka þetta stökk og þú veist, líkurnar á því að ég geti lifað á því að berjast MMA, þú veist, það hefði enginn gert það og þú veist, ég var ekkert að tala um það við fólk, því þú veist, þú talar um það, já, ég ætla að hætta í skóla og ætla að vera það atvinnu MMA-fætir. Já. Út í svona tap-out peysu, eða ekki? Já. Þú veist, fólk, þú varst ekki að ræða þetta við einni neitt, sko, og ekki fóreldrarinn heldur, þannig að, þú veist, þetta var svo langsótt dæmi að, þú veist, einhver íslensku strákur að fara að lifa því að vera professional MMA-fætir, það var alltaf galið. En þú var samt með þetta í hausnum? Já, þú veist, ég var bara heldtekinn af þessu og Hvað gerur? Hvað gerist þegar þetta stökk sem úrstu að tala um? Hvað var það? Var það að fara út til Írlands eða? Ég byrja fyrst að fara út til Írlands til Johns og þar í hann 2 mánuði, tekin á fyrsta barda sem var jafntefli. Já, ok. Og það var þetta, já, þú byrjar á jafntefli. Ok, það í Bamma eða? Nei, það gamalt sjó, ég veit ekki hvort sé ennþá, það var í Danmörku, hét Adrenalin og þetta var fyrsta Adrenalin 1 ef ég mann rétt. Fyrsta og síðasta?
það voru nokkur yfirbútt en ég held ég barðist einu sinni aftur á því einhvern setna í ferlinum og barðist við svartbelting Brasilíumann sem ég rótaði í annarri lótu en það var eitthvað svolítið eftir sko, þá var ég búinn með alveg töluvert bardöfum en já, ég sést bara ákveð bara, ég mæti bara upp í MS einn daginn og þá var ég búinn að vera að sleppa því að mæti í skólan og fara á æfingar í svona 1,5 ár og mætingar einhvern svona samkvæmt því og ég mæti upp yfir og ég veit ekki alveg, þú veist, ég vissi ekki alveg hvað ég ætlaði að fara að gera sko. Ég held að hann Már rektor hafi í rauninni fengið mig til sín út af væntanlega mætingar einhvern og svo leiðis og ég mæti hann og hann eitthvað svona þetta náttúrulega gengur ekki og eitthvað svona og þú veist og hann segir eitthvað svona þú veist eitthvað svona hvað ætlað þú að spá, hvað ætlað þú að gera við lífið þitt eða eitthvað svona og þá bara svona það rétt hjá hann nema þú veist hann hefur væntanlega haldið að ég ætla að taka aðeins aðra beygju og bara ég man bara á þessum fundi það var ég bara þetta bara hár rétt hjá hann hvað ég að spá ég hættur það var bara nákvæmlega svona þú veist þarna ég man bara á þessum fundi þá bara fattaði ég bara þú veist þessi gaur bara með þetta sko. Þú veist ég bara að eyða lífið mínu eða þú veist eyða mín tíma ég vera hérna og verið þú veist bara eitthvað 80% heilastöðunum eru bara ekki að vinna og ég hef skuggalega áhuga á einhverju ég það bara að gera það, þú veist, það ekki beint svona leiðin sem að allir fara, flesti fara eitthvað en þú veist svona smá ótrúðin slóð en þú veist fuck it Hann hefur örugglega verið bara eitthvað, þú segir ég hættur og þú hvað, hann hefur haldið að vera að tala bara í MMA-inu ég ætla að snúa blaðinu við Ég ætla að byrja að mæta og ná einhvernum upp og rétt þetta alltaf Já, og síðan gerði þetta og ég gerði þetta alltaf þegar pabbi var erlendis sérst ákvað hætti í skólanum og hætti og eitthvað svona síðan kemur hann heim og ekki par sáttur með kallinn sko sem náttúrulega umbóðsmaðurinn í dag Jú en hann vildi bara ég myndi klára þú veist, hann svo sem alltaf og bæði mamma og pabbi og þú veist fólki í kringum mig var alltaf stutt mig í gegnum það sem ég að gera sko, það ekki eitthvað sem að hefur vantað sko, ég mjög heppinn með það og þakklátur fyrir það en samt sem áður sín tíma þá vildi hann alltaf ég myndi klára skólan og eins og þú veist, það engin pabbi eða mamma sem að vill ekki að þú klári skólan fyrst og síðan svona þú veist sérðu til og getur gert það sem þú vilt en ég bara þú veist mér langaði bara að fara að ná mér í einhvern smá pening og þú veist fara út þegar þú veist það var ekkert að gerast hérna heima það voru einhverjar að fá hræður þú veist ég þurfti bara að fara út og það var það sem ég gerði ég hætti skóla og fekk vinnu og til að geta náð mér í pening og þannig var þetta svona fyrst þú veist Við hvað varst að vinna? Hvað var það fyrst? Ég var eitthvað í hinn og þessu sko en ég var í Orkuveitinu held ég eftir þetta fór ég að vinna í Orkuveitinu og þú veist náði mér einhvern pening og gat farið út og síðan var ég líka að vinna á tímabili ég ætla að vinna í garðyrkju líka á sumrin 2 sumur allavega og síðan vann ég líka í smá tíma í svona plexigler versmiðu það svona já það var ekki sérstaklega lengi en það var alveg skrítið vinna sko það var bara inn á okkur vegstæði að beygja og skera og græja og gera einhver svona plexigler það var alveg svona hardcore fíla inni þú veist svona plastfíla mjög skrítið ég var ekki alveg að fíla mér leiði alltaf eins og ég var að eyðileggja mér lungun þegar ég var að inni sko en já ég var svona eitthvað í hinn og þessu og þetta var svolítið þannig að ég var að koma heim og ná mér í pening og síðan var ég líka mjög heppinn með það að ég fekk þú veist styrki og fólk var að aðstoða mig bæði sko
bæði vinur okkar og síðan tiltölulega snemma fekk ég, þú veist, stuðning, bara styrktaraðila og svoleiðis. En á öllum þessum ferðalögum, af hverju ætti þetta fólk að styrkja þig? Þú ert að ferðast, hvert er þetta að fara? Þú safnar þessum pening og hvað gerir við hann? Já, hann er bara að fleita mér áfram, þannig ég geti verið að ferðast, eða þú veist, fara erlendis og vera þar að æfa og keppa. Þú varst ekki að fara bara ykkur, þú varst alveg að fara til mjög flottra bardagamanna Já, þannig séð, þú veist, ég var að fara til Johns og John var náttúrulega ekki orðin, þú veist, þekktur þá allavega ekki eins og hann er í dag, en hann var svona þekktur, þú veist, í Írlandi sérstaklega og kannski í Englandi að hluta til á þessum tíma. Og síðan var ég líka á Karl Tanswell mikið í Manchester og þú veist, báðir þessar aðilar, þú veist, buðu mig bara inn á heimili sitt, sko, þú veist, þannig var þetta þarna, þú veist, og ég bjó bæði hjá John og hjá Karl bara, þú veist, í marga mánuði og þú veist, ég bjó hjá Karl hann held ég bara í, þú veist, hálft ári eða eitthvað bara á einu bretti, sko, þú veist, var bara þar að æfa og ég kom kannski eitthvað aðeins heim og síðan var ég bara úti að æfa og keppa og djöflast og síðan fór ég hana til Hawaii 2007-08 kannski. Já, það verður glóðið 7, ég man að dollarin eða krónan var helvíti sterk þannig þegar ég var í Hawaii en síðan veiktist hún eitthvað í kjölfærið þannig. Ég man bara dollarin var sko 60 eitthvað krónur þegar ég var í Hawaii. Það hefði verið 2007. Já. Og hjá hverjum ertu þar? Þar er ég í Hilo, Hawaii. Það er the Big Island of Hawaii og var að æfa þær í gymminu hjá BJ Penn sem er eitt svona af þekktari MMA-fæturum í heiminum og var að þeim tíma helvíti góður, sko. Og Þú varst að tala um að þegar þú varst hjá honum þá vissir þú ekki eitthvað óa mikið hvaða gæði þetta var sjálfur? Jú, ég vissi alveg hver hann var, sko. Ég hafði fylgst með BJ, mér varst hann alveg vera, þú veist, hann er svona einn af þessum gæðum sem var alveg, þú veist, sjúklega góður, sko, og alveg ótrúlega góður í jörðinni. Og hann fekk svartbelti minni með okkur 3 árum eða 4 eða eitthvað og varð heimsmeistari í jiu-jitsu bara sem svartbeltingur, bara mjög snemma, sko. Og síðan var hann alltaf MMA-fætir og hann var í UFC og þú veist, var bæði champion í held ég lightweight og welterweight. Og síðan svona, þú veist, fór að hallenda fæti á honum, ég held að hann hafi bara, þú veist, aðeins mist móðun og þú veist, ekki verið að fíla þetta lengur og maður sá það bara þegar hann var að berjast, hann var ekkert sami maðurinn, sko. Hann var ekkert, þú veist, hann var svona ekkert sérstaklega duglegur að æfa heldur í gymminu, svona frekar rólegur og var alveg til að fá sig kannski bara eina jónu og chilla í staðinn, sko. En það er kannski líka bara stemmingin hann, sko. En ég var mjög heppinn því þegar ég var þarna þá var hann að undirbúa sig fyrir Sean Sherk og sem var þvílíkur hákalli í minnum í lightweight frekar en featherweight á þessum tíma og það var hörkukamp, sko, þannig að þú veist, ég fór út og náði einhvern veginn að joina það og það voru hellinga gæm að góðum gæm og síðan endaði BJ með því að vinna þann barda 4. lotu eitthvað með róttöki. Það var mjög flottu bardaði. Það var samar svona gamla BJ, þú veist, hann var alveg bara með þetta. En þú ert strax komin inn í ógeðslega svona gott flow af, þú veist, þú fer bara svona beint inn í hjarta senunar einhvern veginn. Þú veist, þú ert efnilegur, það er eitthvað nokkrir aðeins að byrja að styrkja þig á Íslandi, varst að hætti í menntaskóla og þú ert bara flogin til Hawaii og ert að æfa með einum besta MMA bardagamanni í heiminum. Þú veist, það eru margir sem ströggla eins meira áður en að koma sér á þennan stað ef þeir alltaf snúa sér að íþróttum. Já, ég meina þetta var eiginlega bara svolítið þannig þú veist, ég var búin að vera að æfa þú veist, djöflast þarna í bæði Írlandi og Englandi og síðan ákvæði bara mér langar skuggalega að fara til Hawaii, þú veist, hverjum langar ekki að fara til Hawaii en mér langaði að fara til Hawaii til að æfa þarna í þessu gymmi og ég einhvern veginn bara ákvað að fara þarna út, þú veist, það var enginn sem bauð mér þarna úti en eitt svoleiðis, þannig ég hafði bara samband við það og þú veist,
var þetta þú veist, get ég komið að nút eitthvað hægt að græja mig einhvers staðar og fyrst svona svindluð svolítið á mér sko, þú veist, ég kom út og ég var að borga allt og mikið fyrir það sem ég var sko, bara það var bara í einhverja viku eða eitthvað og þú veist, þannig að þú veist, þá eru þeir bara svona örugglega hellinga túristum og einhverjum svona þú veist, einhverjum svona gæm sem að koma að nút og vilja fá að æfa hjá BJ og þú veist, þeir geta bara að borga fyrir það sko. Já, smyrja bara hún á þetta. Já, nema þegar ég kem að nút þá kynnist ég strax gæm og bara á fyrstu vikunni þá var ég bara fluttur annað sko, þannig ég fer bara út af þessu, flytt bara þarna út og flytt inn með strákun sem ég kynnist, bara amerísku strákun sem eru þarna í skóla og eru að æfa líka. Þú veist, sumir eru að æfa og sumir ekki og þannig að þú veist, þá lagast þetta allt og síðan frontaði ég eitt gæðan með, þú veist, æfingagjöldin og þegar ég var að borga tölvert há æfingagjöld og átti ekki að vera að borga svona há æfingagjöld sko, ef ég hefði bara verið og labbað inn í gimmið sko og þú veist, hvað kostar að æfa, það hafði ekkert verið svona, þannig að það lagast allt leið sko, ég var svona smá, þú veist fullifið í þú veist, einn dag eða eitthvað, en síðan bara, þú veist, græjaðist allt og já, þannig að ég var hann í einhverja 3 mánuði. Á Hawaii? Já. Já, ok. Og á hvaða tímapunkti ertu farin að svona sína fólk svona byrja átt að segja því bara ok, við getum verið með potentially UFC fighter hérna, eða þú veist, ekki UFC fighter kannski á þeim tíma, en góðan MMA bardagamann, hvernig ertu byrjað að sína það, og þarna er þú ekkert að lappa inn í gym og fólk er eitthvað, hey, er þetta Gunnar Nelson, hann er mjög efnilegur, veist, það vissi bara ekki ykkur og vast. Nei, það var ekki fyrir aðeins seinna sko, ég held að vera svona meira eftir að ég kefti á ADCC í Abu Dhabi fyrst sko, 2009. Já, sögur hans frá því, hvað var í Já, það var sérst eftir Hawaii-ferðina mína, þá kem ég heim og síðan ég man ekki alveg hvernig það kom í kringin, en hann sérst einn af svona frægustu bara MMA-fæturum og svona pioneers í sportinu, Renzo Gracie, kemur til Ísland svo með seminar og þetta er einhvern veginn í gegnum sko, einhvern sheik í Abu Dhabi sko, og einn af strákur sem var í rauninni í Mjölni, hann var í einhver svona viðskiptum við þá hann úti og er að tala við þennan sheik hérna og segja honum að það sé einhverjir dúttar í á Íslandi að æfa og hann er eitthvað partur af þessi gimmi sem heitir Mjölnir og eitthvað svona, og hann var alveg bara þvílíkt spenntur og vildi bara senda, þú veist, einhvern Gracie til Íslands til þess að vera með seminar og þeir voru í hrikalega góðu sambandi, þú veist, þeir eru miklu svona jiu-jitsu aðdáendur, þessi fyrstar hana og það allavega enda þannig að Renzo kemur til Íslands og var með seminar og þá kynnust við svona eins og ég glími við hann eitthvað og bara, þú veist, og hann er með seminarið og erum hann með honum og gerum hitt og þetta og hann síðan býður mér að koma út til New York til sín. Það var svona helviti stórt skref í mínu ferli, þá fer ég þann út og það er náttúrulega bara high level gym sko, og það eru bara þvílíkt mikið heimsmeisturum og nöglum, þú veist, bæði jiu-jitsu og MMA sko, og ég fer þangað og ég er þar síðan meira og minna í 2 ár, frá svona 2008 til 2010 rúmlega. Hvernig var gistiaðstæðan til að byrja með? Hún var ekkert upp á marga fiska sko. Ég sést fór inn í eitthvað hús í Queens, eða þú veist hús, já, til einhvers konar svona hóla og ég var þar hjá einum frænda hans Renzo, það var annar gaur sem átti íbúðin og við vorum 2 að gistana, ég og frænda hans og það var í rauninni 1 rúm þarna, síðan var sófi og síðan var í rauninni bara svona teppi og dót sko á gólfinu og þar var ég helvíti fínn og var þannig bara í, þú veist, já, bara 3 mánuði og bara á gólfinu, ekki það, ég hefði alveg getið keypt mér einhverja dínu en málið var að ég fór alltaf, vaknaði, þú veist, fór á æfingar og dót og þú veist, síðan fór maður að fekk sér eitthvað að borða, fór maður aftur á æfingar og síðan var ég bara svo þreyttur eftir það að ég nennti ekki fara og kaupa með dínu til þess að sofa á
og eða bara glemdi eiginlega, það var eiginlega meira þannig, ég kem síðan bara heim og þá svona anskotin, ég ekki ennþá búin að koma með dínu Í 3 mánuði bara í 3 mánuði var þetta bara svona og ég glemdi bara alltaf að kaupa með dínu og þú veist, satt að segja þá var þetta eftir smá tíma, þá var ég með slétt sko, þetta var bara, þú veist þetta var bara mitt hotn þarna og mitt hreiður og ég var bara ánægð með það og þú veist, það var svo mikið aukaðatrið, þú veist, mér fannst svo geðið þetta að vera þarna bara að æfa og þú veist, þannig að ég svaf á gólfinu í 3 mánuði. Og ferðu þarna svartabeltið þetta? Já, eftir síðan 2009 þá fyrir ég að keppi á ADCC sem er staðst að bara glímót í heiminum, Nogi Nogi er sem sagt ekki í svona hvítum galla þar sem hann er með belti. Já, það er menn bara stupið sem að ból eða stupið sem að bera ofan eða eitthvað slags. Hvað er your preferred choice? Bólur eða bera ofan? Mér er svo sem nokkuð sama sko, það er oft gott að vera í ból út af því að sumir eru spila svolítið með það að vera sleipir og vilja svona smá stóla glímurnar eða svona hægja á þeim og gera sem minnst og reyna bara að vinna á stigum. Þeir sem eru góðir í því, það getur verið erfitt að díla það en það er oft auðveldar að vera í ból því þá getur verið svona stikka aðeins betur á það sko. Þannig að oft var ég í ból sko og minnir að ég að vera í ból þarna og já, þarna þú veist stóð ég mig alveg og var náttúrulega algjört no-name og ég tapaði fyrstu glímunni í mínum flokki og þetta er henni bara útsláttur þannig að ég tapaði henni í henni 0-0 eftir 2 framlengingar og þeir gefa bara hinum sigurinn og þá var ég bara dottin út og þá held ég í rauninni bara það sé búið sko. Sá gæi er svona gæi sem einmitt er svona svolítið stóler sko, svona góður wrestler, góður í jiu-jitsu líka en er bara svona að reyna að gera eins lítið og hann þarf til þess að vinna og vera bara safe. Hann fyrir síðan á móti þeim sem að vann flokkin þetta árið, Bráli og Stíma fyrir á móti honum og sá bardagi bara nákvæmlega eins, bara 0-0 framlegging 0-0 nema Bráli og Stíma fær dæmda sigurinn og hann fer síðan og vinnur flokkin sko. Það er mjög leiðilegt að horfa á svona glímur þegar ekki. Jú. Þetta er svona sem mást að tala um í byrjun með að þú veist, andstæðan við það klára andstæðingin. Frekar heldur en að reyna að vera eitthvað svona voða klár og spildi eins og skák og reyna að næla sér í nokkur stig hér og þar. Já, það er akkurat sko, þú veist, það er þeir sem að gera bara bare minimum eða þeir sem er að fara þarna og reyna þú veist, að leita að opnunum og reyna að klára bardaðan að koma sér í góðar stöður til þess að geta þú veist unnið með yfirbyrðum en þessi gæði er alls ekki þannig og já allavega þá detti ég út hann í fyrstu og síðan daginn eftir þá er opniflokkurinn og það er bara valið inn í hann þú veist bara svona þú veist, ég man ekki hvort að menn skrá sig inn í hann eða þú veist, ég man ekki eins og eftir að skráð mig inn í hann eða segja alveg svo út af því þú veist, ég bjóst aldrei við því þú veist, það er bara svona sverustu gæðarnir sem eru valdið þar inn. Þetta er svo að fyrir fólk sem fattar ekki hvernig þetta skipulagt er þá keppir þú fyrst í þínum þyngdaflokki sem var þá hvað, mínus 77 þarna? Nei, já, ég hefði átt að vera þar sko en ég var í rauninni í 88 og ég hef aldrei verið þekktur fyrir að skera veit þannig ég steg á viktina daginn áður þú veist, með bakpoka og í öllum klæðnaðum og með samloku á viktinni? Já, en keppti í rauninni þannig í flokknum fyrir ofan mig en líka eina ástæðan var að einn æfingafélag minn var í flokknum fyrir neðan 77 þannig ég ákvað bara að fara og vera í 88 þú veist, ekki það, hann er samt tölvöld stærri en ég sá, sem var í 77 og þú sem sagt tapar glímin þannig þú ert búin að tapa í rauninni þínum þyngdarflokki strax áttengan sens að vinna áfram í því en síðan er opniflokkurinn bara allir þeir bestu skiptir ekki máli hversu þungur þú ert já, það er bara open weight sko. Og af hverju ert þú valinn inn í það? Ég bara skilði það ekki almennilega en málið er að sko eftir þetta þá fórum við hann og fengum okkur einhverja bjóra og eftir þess ég datt út mínum kvöldið og þú veist ég ætla ekki að segja við höfum farið á fylliri en þú veist maður fann vel á sér og maður vaknaði vel ryðgaður og ég vaknaði og fór hann alltaf bara að horfa á náttúrulega opnaflokkin og var búin að borða einhvern ís svona assa ís morgunin það var það eina bara á staðnum og síðan að vera að kalla inn þú veist næstu glímur inn í opnaflokkin og þá var alltaf einu mitt nafn kallað og ég er bara svona að sita þarna með John og er bara svona hvað, þú er að kalla mitt nafn
þá ég sérst að fara og fyrsta glímu mínu á móti Jeff Monson Orkanum þannig. já, Shit. sem að hefur unnið þetta mót tvisvar sko og náttúrulega bara, þú veist, stæðsti maðurinn í flokknum og bara eitt svo sverasti sem menn hafa séð sko, þú veist og og við erum svona eitthvað að hlæja þessu, ég og John, og við höldum fyrst að það sé bara eitthvað miskilningur en síðan fer ég hann niður og þá bara, já, þú ert að fara bara þú ert bara að glíma eftir 10 mínútur, ég bara eitthvað já, þá fer ég eitthvað bara að strjúka stýrurnar á augunum og finna mér, ég var ekki eins með æfingaföt eða neitt, sko, þannig að ég græði mér eitthvað stuttbuxur af einhverjum félagum mínum og já, ég var líka nærbuxnalaus og þannig ég þurfti að fá nærbuxnar hans pappa og við vorum í Barcelona, það getur ímyndaður að það eru ekki verið ferskar og þannig ég fer í nærbuxnar hans pappa og fæ eitthvað stuttbuxur og eitthvað ból bara, þú veist, hér og þar og ég hita mig upp í 5 mínútur eitthvað og síðan ég bara farin inn á dýnunar á móti Jeff. Shit. Og ég vinn þann bardaga. Ok, hvernig að vera, 17-18 ára gamall? Það ekki? Nei, er það hún eldri? Þetta Voru þú klárun tvítur? Já, ég 21 þarna, hvort ég sé orðinu ekki, ég man það ekki. En þetta er 2009. Og þú stendur á móti Jeff Monson sem náttúrulega lítur mjög ógnveikjandi út. Já, ert þú bara lítur út eins og Asok, the pale orc úr Nákvæmlega, nema bara flúraðir. Já, nema flúraðir. Og hvernig er fyrir þig að vera bara einhver polli sem tapaði fyrstu glímunni sinni á fyrsta stóra mótinu að fara á móti þessum gæði? Ertu svona brattur eða? Ég verð að segja, ég var eiginlega bara furðu fýtt sko og bara svona svolítið stókt að vera að fara í einan flokk sko, þú veist, að fá þetta opportunity að keppa þarna sko. Þannig að ég var helviti brattur og þú veist, ég vissi líka, þú veist, ég hef oft glímt við svona, þú veist, sterkari menn og svoleiðis og ég þú veist, ég hafði bara trú á minni getu sko og þú veist, alveg hef alltaf haft og alveg tölu verðan, þannig að ég fór hann inn bara, hugsaði bara, þú veist, ég er bara að fara að vinna þessa glímu, punktur. Og ég fer hann inn og þetta er svona erfið glíma á minnir hún að fara líka í framleggingu, ég manna það ekki alveg en ég vinn allavega á stigum, ég næ bakinn á honum hann niður einhvern veginn og næ bakinn á honum og rétt einhvern veginn lappirnar á mér rétt ná utanum hann, þú veist og síðan er ég að sækja höndina á honum alveg endan þegar fyrst var talað með ég að unni hann með Kimura það menn heldur þetta ég var komið með þú veist lásinn en þú veist ég var ekki búin að klára hann og ég er ekki að segja ég hefði klárað hann þú veist ég veit það ekkert þú veist kannski ekki en fyrst heldur menn ég að klára með Kimura þá stoppa bardaginn en það var tími. Já, ok. En ég sérst náði bækina á honum og vann þannig. Síðan fer ég áfram á móti öðrum sem er mjög þekktur og var að gera mjög góða hluti á þessum tíma, David Avalon og mótin áður hann til dæmis unnið minni með aðra áður þá vann hann Jacare Souza sem er í UFC í dag svona topp middleweightum og bara eitt besti glímaður allra tíma. Ég fór á móti honum og ég kláraði hann með rear naked choke og þú veist þá ég man alveg eftir því mómenti ég kláraði hann og síðan var ég að labba þú veist maður labbar nú fram í vellinum og tilbaka og þá var bara þú veist allir í stúkunni bara klappandi og þú veist það er bara svona það fannst öllum þetta að vera mjög merkilegt þú veist það voru einhverjir kannski sem vissu hver ég var þegar ég var svona búin að keppa á einhverjum mótum og veist, minnir á þessum tíma var ég búin að keppa á Panams ég var búin að sigra Panams sem brúmbelti ég keppti á Worlds og lenti þar í öðru sæti og þannig að það voru svona einhverjir hardcorear sem að vissu hver ég var sko en þú veist ég var náttúrulega ekki neitt nafn á miður við þessa gæja sem ég var að fara á móti sko síðan eftir þetta fer ég á móti öðrum sem er margfaldur heimsmeistari Xande Ribeiro og mér finnst ég persónulega að vera að vinna þá glímu og síðan lendi ég bara í bragði sem að ég þú veist
bara hafði séð mig ekki, þú veist, ég vissi alveg hvað nýbar var sko, en hvernig það setti það upp og svoleiðis, hann náði mér í fótalós og hann klárum með honum bara, þú veist, algjör vetturinn og gerði það bara hrikalega vel, þannig ég tapaði því. Þá fer ég að keppa upp á 3. sætið og það á móti öðrum stórum strák sem heitir Vinny Makaleas og það fer líka í svona, þú veist, framleggingu og allt svoleiðis og hann vinnur alveg í endan á einu takedowni eða eitthvað. Já, bara á stigum sér þetta. Já, bara 2 stig alveg blálókin og já, en þetta, þú veist, þetta var svona, þú veist, þannig ég er inni lendi þá í 4. sæti í opnum flokki á sterkasta glímumóti í heiminum og þú veist, þetta þótti helviti fínt sko, það sem ég var ekki eins og svartbeltingur á þessum tíma, en í kjölfarið þessu þá afhendi Henso og John Danaher mér svartbelti. Var eitthvað drama í kringum það? Því að John Kavanagh er þjálfariðinn og hann gefur þér ekki svartabeltið. Já, það var svona smá ég ætla ekki að segja drama, John er náttúrulega allt annað en dramatískur sko, þannig að þú veist, hann skildi það fullkomlega en það var svolítið erfitt það sem þeir komu bara, ég var bara á æfingu og þeir komu bara með beltið til mín sko, þú veist, bara á miðri æfingu þá kemur bara hens og bara eitthvað Guni og bara heldur á svörtubelti og þú veist og ég var náttúrulega búin að æfa þarna í töluverðan tíma og þú veist þetta er náttúrulega stór hluti af því hvað ég varð góður að glíma, þú veist, að ég hef farið þarna sko, þannig að mér fannst þetta alveg hlut til vera mjög sangjart og rétt að ég hef tekið svartabeltið mitt undir Henso sko og John, þú veist, skildi það fullkomlega sko og var ekkert vesið með það og ég meina við erum bestu vinir og höfum verið bara síðan, þú veist, við kynntum sko og í rauninni, þú veist, eins og John segir alltaf hún finnst við vera miklu meiri vinir heldur en í rauninni coach and student sko, þú veist, sem er alveg rétt, þú veist, við erum þú veist, númer 1 vinir og en númer 2, þú veist, hann hefur alltaf verið þú veist, ég hef alltaf litið á John sem þjálfara minn og náttúrulega sérstaklega kemur að MMA sko og hann var líka svona fyrsti gaurinn sem ég leit upp til hvað var það jiu-jitsu, þú veist, eins og ég sagði áðan glíma og hann var bara, þú veist, einhvers konar met sko, þú veist, þegar ég var að byrja og sem glímdi ég alltaf við hann og ég adoptaði hrikalega mikið af stílnum hans sem að, þú veist sem ég bíaði í dag, því hann er svona minnigæði og var alltaf á móti stærri gæðum þannig að tækni mín byggði svolítið á hans og svona alls konar hluti sem hann gerir og þannig að, þú veist þess vegna held ég að ég sé heldur segur að díla við stærri menn þú veist, frekar en að ég hefði farið og átt ykkur þjálfara sem var stór og sterkur og adopta svolítið stílinn hans, það hefði verið alltaf öðruvísi sko. Hann er svona þessi svolítið Spiderman karakter. Já, algjörlega. Þú ert eitt hraðasta svartabelti í heiminum. Þú ert sem sagt einn af þeim sem fekk svartabeltið hvað hraðast. Fólk tekur sér oft einhver rúmlega 10 ár í að fá svartabelti í jiu-jitsu en þú ferð á 4. Hvernig í ósköpunum? Já, þú veist þetta er náttúrulega ekki beint árin sem skipta máli, heldur tíminn sem setur á dínunum sko. Var hann svona rosalegur í New York? Já, ég var almennt bara mjög mikið á dínunum bæði í New York náttúrulega og bara allt þar sem ég var sko og þú veist og síðan líka bara hvort sem maður var á dínunum eða ekki þá er maður alltaf að spá og spekulera og finna út og síðan þú veist vil ég kannski meina að ég sé svona smá gerður fyrir þetta eða þú veist ég hef svona örugglega eitthvað forskot líkamlega og andlega glímu eða? Já, bara fyrir þetta sport sko, já, örugglega sérstaklega glímuna þar sem að ég náttúrulega sökti mér svo mikið í hana sko, í nokkur ár þú veist, ég var svo hrikalega ástfangin af glímu og þú veist, var bara allur inn og bara náttúrulega hrikalega dullur að æfa og þú veist klár, þú veist, að spá hvernig þú veist, það skiptir svo miklu máli að vera líka með svona, þú veist, ákveðið svona IQ fyrir svona sporti sko, að þú veist, finna út bestu leiðina til þess að díla við aðstæður sko, og síðan þarftu líka að finna þú veist, vera hreinskilin við sjálfa þig til að díla við ákveðin, þú veist, það er svo oft sem að menn, þú veist, forðast aðstæður sem eru erfiðar og eru pirrandi og óþægilegir eða andstæðingar sem eru óþægilegir eða pirrandi eða ekki svoleiðis
en þú veist, ég gerði það aldrei, ég hugsaði bara, þú veist, ég þarf bara að læra þetta allt, ég þarf bara að læra að díla við allar þessar aðstæður eins vel og ég get þú veist, og síðan var ég líka út af því að ég ferðaði svolítið og út af því að ég kom, þú veist, frá Íslandi það sem voru kannski ekkert margir og svolítið, þannig ég adoptaði svolítið svona, eða svona ég developaði svolítið svona minn eigin stíl, þú veist, ef að sem að henda í rauninni mínum líkama og ég var svona svolítið óhræddur við það að það gerist bara svona náttúrulega og þú veist, ég hef alltaf verið þannig, ég tek hluti rosa mikið eftir tilfinningunni þá þannig ég held ég hafi, þú veist, meira heldur en margir í rauninni búið til svona svolítið mitt eigið og ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, sé erfitt að díla við og ferða á móti einhverjum, þú veist, þetta kannski ekki hreyfingar eða svona orka sem við fundið fyrir áður. Þetta ekki eitthvað bara sem ég tók frá þessum og þessum, ég hafa með þetta bara frá þessum og þetta bara frá þessum og ekki beint eitthvað sem að allir hafa séð áður þó þetta séur ekki nýtt undir sólinni, þá bara hvernig ég gera það og hvernig ég beiti mér svolítið mikið, þú veist, ég og frá mér komið, sko. En auðvitað öll þessi brögð og þú veist, menn þekkja þetta alveg en svona hvernig maður beiti sér oft svolítið, getur verið svolítið uník og ég held þú getur aldrei verið betri heldur en ef þú nærð að búa svolítið til þitt eigið game, sko. Já, þú verðist vera svona svolítið quick learner og ég veit líka að Matt sem að býr hjá þér þessa dagana, wrestling coach frá Kanada, hann talar að þið séu bara örfáir í öllu UFC sem eruð, ég veit ekki alveg hvernig að umorða hans orð en svona alvöru fætir, mildan meina fólk sem með virkilegan áhuga og skilning á því sem að gera og getur hort á aðra glíma og sjálft sig glíma og fundið fyrir því nákvæmlega hvað að gera frekar heldur en að herma eftir einhverju og læra einhverju rútínur eftir á og hann vildi láta þig og líka Conor í sömu deild og nefndi einhverju svona nokkur nöfn, sko. Og þú veist, hann var mjög harðorður, hann sagði bara, þú veist, ég var að nefna einhverja svona meistara sem eru hátt uppi og þú veist, hvernig getur þú sagt að hann sé ekki svona góður, en hann vildi meina að þú er einn af fáum sem að hefði eitthvað svona forskot yfir það hvernig þú lærir hluti og framkvæmir svona brögð. Já, það þú veist, eins og ég sagði áðan, þú veist, ég hef alltaf viljað vera, þú veist, fætir sem að raunni að þú veist, að öðlast skilning yfir hreyfingunum og því sem ég að gera og það svolítið það sem að hann örugglega að tala þú veist, að hafa yfir bara tilfinningu fyrir stöðunum og þekka þær vel og geta beitt sér og geta, þú veist, beitt þessum bröðum sem að mjög fáir geta kannski beitt og það þú veist, þú þarft bara að vera með mjög hátt skill-level til að geta gert ákveðna hluti, þú veist, þú getur eins og varum að ræða áðan farið og gert bara svona bare minimum og lært að vera bara ótrúlega safe og unni bardagana þeirra og það eru mjög margir sem gera það og það alveg ein leið og það ákveð svona dót sem að þarf að læra að díla við, sko, svoleiðis gæjar en mér finnst það bara svo ekki heitlandi, mér finnst það bara svo leiðilegt ég myndi ekki nenn að vera í þessari íþrótt ef ég ætti að vera ságæði sem bara fer inn og gerir bara, spila bara 100% safe og bara svona rétt svo að reyna að merja þetta. Þá skilja ég rétt að þú vilt þá helst vera slæmt matchup fyrir hvaða fætir sem er. Já, 100%. Og þekkja stöðunar bara betur og geta, þú veist, geta farið djúft inn í stöður. Þú veist, ég ekki að reyna að stoppa allt sem gerist alveg leið og bara svona halda mig bara ótrúlega safe, þú veist. Ég til ég að upplifa að fara inn í, þú veist, djúft inn í ákveðna stöður og þú veist, svoleiðis og finna mér leið út eða vera, þú veist, snjallarinn hinn og átspilan þar, sko. En nú ertu langt þekktastur fyrir svona þitt skill í glímunni. Þú veist, fyrst þú eiga jafn mikinn séns í góðan glímumann og þú átt séns í, þú veist, Woodley eða Darren Till og Stephen Thompson, einhverja svona strækjara í deildinni, svona gæja sem eru stórir og vilja rota menn. Líður eins og þið séu bara equal þegar standið á móti ykkur öðrum. Ekki það hefur gert áður. Já, ég hef náttúrulega farið á móti mikið af strækjurum, sko, ferlinum og mikið af svona, þú veist, stórum strækjurum, sko, svona, þú veist, bara eins og Brandon Thatts sem var á þeim tíma talin svona
einn hættulegasti strækirinn í welterweight Slær það niður ég slæði hann niður og klára hann í jörðinni og sama með hérna Albert Tumenov sem var svona gæði sem menn voru mjög hrættið góður strækir frá Rússlandi eða Dagestan eða eitthvað svoleiðis og hann hérna þú veist þannig ég hef alltaf getað plummað mig hrikalega vel á móti mismöndi andstæðingum sko og ég náttúrulega lenti í bullandi vandræðum móti Maja svo sem hef mínar ástæði fyrir því en hann náttúrulega bara ótrúlega góður í jörðinni og sá bardagi fór enga veginn á mína vegu sko en þú veist, já, ég hef alltaf sett svolítið upp úr því að það skiptir ekki máli á móti hverjum ég fer ég vil geta fundið mér þú veist fundið svona mitt game og mitt pace og geta svona kompósa svolítið minn stíl á þá sko og þú veist, það finnst mér vera svolítið heillandi mér finnst ekki heillandi gæðin sem fer á móti hverju sem er og hann bara svona gerir eins og segi bara svona forðast allt og gerir bara svona bare minimum og nánast þannig, þú veist, maður sér átt bardaða sem eru þannig að gæðin sem hann er á móti er bara svona orðin bara svona hálf daufur í hausnum, þú veist, og hann langar bara að fara heim og hann er bara ekki þetta er bara leiðilegt og hann er svona viðbröðin eru svona smá saman farin að sljókast út af hálfpartin leiðindum, út af hinn gæðin er ekki til að engagea í neitt, sko. Já, vil bara kannski halda bardaðanum standandi eða ekki hleypa í einhverjar stöður þar sem hann er ekki vel aður. Já, sem eru bara ótrúlega margar og þú veist, en hann er bara góður í að halda sig algjörlega frá því öllu. Þú veist, jú, þetta eru gæðar sem er alltaf að fara að vera þarna og maður verður að læra að díla við þetta og ég er ekkit að, þú veist, segja að ég vilja fá þessa gæði út. Ég bara er ekki þessi gæði og vill ekki vera hann. Þú síðan klárar þetta ADCC mót og færið svartabeltið á mettíma og síðan kemur eitthvað heim með það ekki eftir New York og hvar ertu svona á ferlinum þá? Hvenær koma fréttirnar af því að Gunnar Nelson sé að fara í Ultimate Fighting Championship? Sko, eftir, já, það er svona eitthvað aðeins að eftir 2012 þá berist ég minn fyrsta bardaði í UFC minni mig og það er eitthvað einhverjum 1,5 eftir kannski ég er búin að vera í þessu New York ævintýri ég held náttúrulega áfram eitthvað að fara í styttri ferðir og svoleiðis en síðan byrja ég að berjast aftur ég tek mér smá pásu þarna þú veist úr MMA ég er ekkert að berjast í MMA og er bara meira einbindin meira glímunu og keppa á þessu stóru glímumótum og svoleiðis og síðan fer ég aftur og byrja að berjast MMA aftur og berst hann einhverja nokkra barda ég man ekki eitthvað í Bamma og eitthvað í hvað heitir það, Cage Contenders eða eitthvað, ég man ekki nokkla hvað þetta hét allt saman og síðan ég held að það verið bardaginn eftir Cage Contenders sem að ég fekk þá boð í UFC að ég barðist einhverja 3-4 bardaðana eftir þetta glímaævintýri og hérna þá fekk ég boð, þá var ég að æfa bæði heima náttúrulega og aftur bara hjá John og hjá Karl. Hvernig helstu þér á floti, hvernig borgar fyrir allar þessar æfingaferðir og bara helstu þér á lífi? Já, það var, eins og ég segi áður en þú komst í UFC ég var náttúrulega eitthvað að vinna þegar ég kom heim eitthvað svona, en síðan var ég náttúrulega líka bara fekk sponsoradíla snemma og hérna alltaf, ég man ekki hvenær það var nákvæmlega en þá hérna spottar Björgólfur Tórenby og fer að sponsora mig. Hvernig, þú veist þannig að þú hættur í MS segir bara við hérna rektorinn eitthvað, já þetta er rétt ég ætla að hætta og hérna og þú ferð út, flýgur til Hawaii og ert að læra glímu og keppir eitthvað neitt barda og síðan hringir bara ríkasti maður Íslands í þig og spyr hvort þú vil ekki koma á fundi sín og ræða málin. Já. Hvernig var þessi fundur? Hann var eiginlega bara þannig, ég var náttúrulega bara mjög ungur og fer hann upp á skrifstofu til hans og hann eitthvað spyr mig bara hvað ég er að spá ég er náttúrulega, þú veist, ekki þekktur eða neitt þannig og ég bara segja honum, þú veist söguna og hvert ég ætla mér og hann bara, já, það er bara slegið og ákveður bara styðja mig í því sem var náttúrulega bara hrikalega sterkt fyrir mig og þessum tíma sérstaklega, þú veist og þú veist, já Það er komið sér vel að fá einhvern styrk þarna bara upp úr þurru. Já, það var alltaf bara skipti sköpum, þú veist, þetta gerði mér alltaf kleift að geta
ferðast og æft með betri mönnum og í rauninni einbeitt mér algjörlega að þessu sko. Og í gegnum þetta tímabil þar sem þú ert að æfa þig eða sem sagt keppa og á leiðin inn í UFC þá ert að æfa með Conor. Já, ég kynnist honum bara þegar við erum 17-18 ára eða eitthvað. Hvernig, þú veist, út að ég veit að það er svo margir sem halda að þið hafi bara kynnst þarna eftir að þú veist, eftir að Conor verður þekktur en hann var bara heima gistandi, þú veist, hjá foreldruðinum og þið að lána honum fyrir samlóku og svona svolítið öðru sig stíll yfir honum í dag. Já, hann var bara, þú veist, einn á okkur strákunum í SPG, þú veist, bara frá byrjun, sko, og var náttúrulega bara heldur góður og náttúrulega mikill strækir, sko, kom úr boxi opnar boxi einhver ára og hann byrjar í MMA og hélt áfram að boxa eitthvað á hliðin og var stundum ekki í gymmun í smá tíma og þú var það bara kannski eitthvað að boxa eða þú veist, ég veit ekki hvað hann var að gera sko en já, ég hitti hann alltaf bara í gymminu og John og æði með honum mjög reglulega og hann var líka bara að berjast og grenda eins og við hinni sko og kom alltaf hingað heim nokkur sinnum og bara mjög oft og var að æfa hér og gisti þá bara hjá þú veist bara hjá einhverjum á okkur sko og síðan það náttúrulega ekkert fyrir eitthvað aðeins setna sem hann kemst í UFC, hann vinnur hann að Cage Warriors titil og eftir það þá fær hann UFC kontrakt og það er henni gegnum pappa á þeim tíma sko og pappi hefur samband og eitthvað að íta á og segja hann frá honum og hann kemst þangað inn og já og síðan þú veist það er ekkert að útskýra restina, ég held að flesti þekki söguna eftir það sko. Hvernig er það fyrir þig að fara inn í UFC og vera svona einn af efnilegustu gæjanum í SPG og fara þarna huge break að komast inn í UFC og síðan einhvern veginn rís Conor svona ótrúlega hratt upp með því að vera sko, nú veit ég ekki náttúrulega hversu hátt hlutfall það er skill versus bara showbusiness en hann var augljóslega að koma sér mjög vel á framfæri með því að tala svona og láta svona eins og hann lét og lætur. Þú veist, hvernig var það fyrir þig að vera gæinn sem var bara að þróa sjálfa þig og vera betri og betri bardagamaður að horfa á, þú veist, einhvern yngri viniðin sem byrjaði með þér í þessu 16 ára skjótast svona ótrúlega langt fram úr þér bara upp bæði rankingið í launum og í frama og öllu, þú veist, var þetta ekki svolítið spes? Þú veist, eins og ég segi, ég og Conor er búin að vera vinir lengi og ég veit alveg hvernig hann er og svoleið, sko, þú veist, hann fer bara sína leið, sko, og ég fer mína leið, mér fannst það bara geggjað, þú veist, að sjá það sem hann er að gera og hvernig hann fer áfram, sko, þú veist, það er bara eins og ég segi, þú veist, þetta er bara hans leið og það er bara geðvægt að sjá hversu vel honum er við gengið og bara gaman að fylgjast með honum alltaf, þú veist, og þú veist, það er bara já, það er bara geðvægt, við höfum alltaf æft mjög vel saman og æft mikið saman alltaf og þannig að þú veist það er ekkit eitthvað svona fúlt fyrir mig að sjá hún það kemur mér ekkert við sko, þú veist hvað það var það sko, það er alltaf bara hann fer bara sína leið og ég fer mína leið og ég hef alltaf haft hrikalega gaman að fylgjast með honum og mér finnst það mjög skemmtileg bardagamaður, mjög gaman að horfa á hann berjast og þú veist ég hef gaman að oft horfa á hann vera að gjamma líka sko en ég hef miklu meiri áhuga á að horfa á hann berjast, mér finnst það hrikalega skemmtilegt, mér finnst það vera frábær fighter sko og hann er líka kemur svona svolítið frá svona sama bakgrunn og ég sko, þú veist hann er ekki gaurinn sem vil fara hann og gera bare minimum, hann fer hann inn og reynir að klára bardaðan sinna. Já, ég veit það hefur alltaf verið svona prinsip hjá okkur. Já, það er svona svolítið hvernig við ólumst upp sko og bara ölum upp í hvora öðrum líka bara, þú veist, æfingar og svoleið sko, þú veist, þetta er það sem við viljum alla, þú veist, viljum læra og viljum vera, sko. Já, hvernig er síðan að vera komin inn í svona stórt bardagarsamband og vera að byrja að fá laun fyrir að berjast og komið svona svolítið pressa á þig? Varstu alveg tilbúin í þetta? Já, ég var búin að vera tilbúin í þetta og fannst mér alveg í smá tíma áður en þetta kickstartast, sko, svona. Ég var mjög spenntur, ég kefti minn fyrsta bardag og
held að vera í hérna Nottingham og þá skiptist andstæðingurum minn 2-3 og svo sem vanur því en ég fer á móti einhverjum gæja sem að síðan sko næri ekki einu svona vikt og hann næri ekki einu svona vikta inn í flokkin fyrir ofan okkur þannig að Þetta er í UFC? Já, þetta er í UFC þetta er Marcus Johnson hann hérna féll á vikt alveg hróðalega baðst mér nú fyrirgefningar í viktunni og já, hann sérst næri ekki einu svona vikt inn í middleweight en hérna ég fæ þá 20% af laununum hans og svona og þú veist síðan spurði hann alltaf að taka fætin sko og ég segi bara já ég klárt, ég mættur hérna og þetta tekið fætin og já, ég berst hann og ég klára hann minni mig bara í fyrstu lótu til að snemma með rear naked choke Signature move Já Og þannig ertu komin svolítið búin að stimpla það inn eða ekki? Er það ekki komið smá svona bössi í kringu þig? Jú, þannig held ég var allavega orðinn svolítið þekktur, þú veist, í Evrópu og örugglega sérstaklega náttúrulega Englandi og Írlandi og kannski Skandinavíu, þú veist, búin að vera að berjast á þessum stöðum og náttúrulega búin að líka vera í vídeóheiminum svolítið, þannig að ég var svona orðinn smá nafn, þannig að menn vissu hver ég var og þetta var náttúrulega góð leið til þess að starta mínum UFC-karriér sko. En að vera síðan allt í einu bara, þú veist, allt í einu Mike Tyson byrjar að mæta á, eða þú veist, allt í einu hann út í sal og eitthvað svona súrrealist dæmi fyrir gæja sem var bara sofandi á teppi út í New York og nýbúin að segja nei við rektorinn í MS. Já, þú veist, ég hef aldrei verið það mikið að spá, þú veist, þessir hlutir hafa aldrei einhvern veginn verið það mikið óvarlega í huga mér þegar ég að fara að gera mína vinnu, sko, þú veist, ég sá þetta alltaf sem bara, þú veist, það er oft verið talað eitthvað svona UFC chill, sko, þú veist, koma og berjast fyrst skipti í UFC, það er bara öðruvísi. Fyrir mér fannst mér ekki það mikið öðruvísi, jú, það voru meiri læti og það var stærra svið og meira svona viðtöl og svona dót fyrir og þú veist, ég hef aldrei verið gæinn sem er eitthvað svakalega mikið fyrir að vera í viðtölum eða fyrir að vera eitthvað í spotlightinu fyrir þetta bara þegar ég berst, þú veist, mér finnst bara gaman að fara inn og berjast á móti bestu gæjum í heiminum en fyrir utan það, þú veist, þá hef ég aldrei þráð einhverja fræði eða neitt svoleið sko. Og þannig að ég spáði ekkit svakalega mikið í því, þú veist, ég var bara að fara þarna inn og fara að gera það sem ég kann að gera og þú veist, hver var að horfa eitthvað sem margir og hvað var í gangi fyrir utan það mér fannst það einhvern veginn ekkert breyta öllu þú veist, það var enginn að fara að vera inn í búrunu eitthvað að trufla mig sko, þú veist, ég var alltaf að fara að labba hann inn og síðan er bara að loka búrunu og síðan er þessi gæi bara að fyrir frammi og það er bara sömu reglur og þú veist, ég kann þetta sko þú veist, þannig að hver er í kring skipti mig ekkert öllu máli sko. Þetta er náttúrulega, þetta er svo rökrétt sem þú ert að segja og hérna og fólk skilur þetta alveg svona já, auðvitað, náttúrulega ekki breyta neinu en maður hefur aldrei neina stjórn á stressi og einhverju kvíða og hérna svona ampast upp þú ert augljóslega svona rólegri gæi heldur en allir aðrir sem maður sér svona vera að prómótera fæturina sína hvernig er bara persónuleikiðin og eða svona þinn karakter hvernig ertu fyrir bardagana og þú ert alltaf svona rólegur en þú veist, ertu rólegur og sýnist vera í viðtölunum klukkutímanum fyrir fæt eða dagana fyrir fæt eða þegar þú flýgur út á fætvík Þú er oft komið með mér út ég er nú alveg tiltölulega rólegur svona held ég en þú veist maður er alltaf að sé alls konar svona mím og dóta ég sýni aldrei svipir eða sýni aldrei tilfinningar og gera aldrei neitt þú veist nefnum bara vera bara eins og einhver ísmaður sko, sem er náttúrulega ekki rétt sko. Það er náttúrulega enga veginn minn karakter og þeir sem að þekkja mig vita alveg að ég er ekki þannig sko. og reyni, þú veist, getur verið algjörlega þvert á móti sko. Eitthvað að fíblast og hafa gaman sko. en já, þú veist ég held ég nái freka vel að vera þú veist, ekkit að láta einhverjum svona hluti bera mig ofurleiði sko, sem að svona utanakomandi dæmi sko. Ég, þú veist þess að ég segi, ég bara svona ég sé ekki að þú sé að breyta mig einhverju, þú veist, ég er bara að fara hann inn á móti þessum gæja eftir einhverju nokkra daga og þú veist, auðvitað er náttúrulega fætug er alltaf, getur verið svona svolítið þreytandi tímabil
þá var maður, þú veist, á einhverju hóteli og það er endalaust að liða þarna og spyrja maður spurningu og maður að gera hitt og þetta sem er ekkert að skemmtilegasta sem ég geri, en þú veist, það er ekkert meira en það er bara ekki að skemmtilegast sem ég geri, skilur þú veist, það er bara svona, já þú veist, þá fyrir við að græjum þetta helvíti eina feðin en þú veist, en þú veist, þetta er ekki að fara en áhrif á mig þegar ég lapp inn í ringin, sko Man eftir þegar hún Birta var að nutta þig fyrir Alan Juban barðan sem er á keppnistegi, það er bara nokkru klukkutímar í að þú farir í rútu og er kert með inn í klefa, inn í höll þá varst að tala að þið langaði bara að þú væri mættur inn í ringin og nenntir ekki að bíða lengur eftir þessu. Er það kannski málið? Að meira, þú veist, það er svona fight week og það er verið að reyna að magna upp spennuna eins mikið og hægt er og svo þarftu bara að drepa tíman einhvern veginn. Já, það er oft þannig, þú veist, þetta verður oft svo þreytandi vika því að þú veist, þú ert búin að öllu og ert ekki svona æfa neitt að viti. Þú veist, jú, mætir hann í þetta litla herbyggja hann og kýlir í púða eitthvað aðeins og glímir og svona smá. Sem er bara hótel herbyggis salur, bara eitthvað pínu lítið rými, það er engin íþróttahöll þarna fyrir ykkur. Nei, þú veist, það er engin aðstæða þannig, þetta er bara, þú veist, bara rétt svo til þess að halda þér heitum og þú veist, auðvitað er þetta, þú veist, það eru bara allir og ekki bara þú, það er málið, sko, stemmingin er svo mikið þannig að það eru bara allir að bíða eftir stóra daginn, þú veist, það er allir að tala stóra daginn, hversu miklu máli hann skiptir fyrir þig, hversu miklu máli það skiptir fyrir þig að vinna þennan barda, hvað þú heldur að þú geti gert til þess að vinna þennan barda, þú veist, hvernig þú heldur að hinn sé að hugsa þegar hann ætlar að reyna að vinna þennan barda, þú veist, það er allt eitthvað svona og svona eitthvað svona hluti sem þú nenni kannski ekki að vera að spá í þessum tímapunkti, þú veist, þú vilt náttúrulega bara vera eitthvað slaka og þú ert bara að gera allt sem að þú gast gert og ert bara tilbúin að fara að berjast, þannig að ég held að allir fætir hafa það svolítið sameiginlegt að þeim langar bara að fara þarna og fara bara inn og berjast, þú veist þess að maður var vanur að keppa í gamla dag að þú bara mættir á staðinn, hitaði upp fóst inn í ringin og barðist þarna mættir þú 5 dögum fyrir og ert einhvern veginn bara eitthvað að fara að berjast eftir 5 og það er bara allir að tala að þú sért að fara að berjast eftir 5 og hvað þú hefur gert áður og hvernig þú ætlar að vinna og bla 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 og þú veist, þetta getur að vera svolítið þreytandi, sko en ég held að stígi mörgum miklu meira til höfuðs heldur mér, sko þú veist, hvað það varðar að menn magna upp svona stress og svoleiðis þú veist, þetta atriði er ekkit svakalegt atriði fyrir mér mér finnst þetta ekkit spennandi, mér finnst þetta ekkit sérstaklega gaman en þú veist, þetta er bara og þú veist, þú bara dílaði við þetta, skilur þú veist, þetta er ekkit svakalegt atriði, þetta er bara eitthvað sem þú lærir á. Hugsaðu einhvern tímann í þessu ferli bara þá erum við að tala sko frá því mómenti það sem þú stígur á tröppurnar og þetta lapp inn í búrið, spóla aftur í byrjunin á Fight Week eða bara frá því endan á síðasta bardaga, bara tímabila á milli bardaga, bara af hverju er ég að þessu? Bara svona, hvað er ég búin að koma mér í eina heldsferðin enn? Af hverju er ég ekki bara að beigja eitthvað plexiglir og Nei, guð minn almáttugur Nei, er það að meina þegar ég er að fara að labba út? Já, bara, þú veist, einhverjum tímapunkti sem þetta verður erfitt og bara, eða þegar þú stendur á móti andstæðingnum og það er verið að fara að segja bara 3-2-1 fight og þú ert að horfa á hann og þú veist bara, þú ert að horfa á okkur trítilóðan gæja sem langar að lemja þig og hann mun koma að þig og reyna að róta þig. Ertu þá aldrei að hugsa bara djöðlar er fínt að vera bara að horfa á þetta? Já, mamma. Nei, þá ertu sko mómenti frá því að þú veist, þú ert kallað fram þú ert kannski búin að hita upp og svona leys og síðan ertu kallaði fram þá ert eiginlega bara svona þú veist, yes þetta er komið núna þarf ég ekki að bíða lengur sko. Núna bara, þú veist, því biðin er það leiðilegast og erfiðasta þú veist, það er svona aðdragandinn sem getur oft verið svona langdragnastur og svona, þú veist, þreytandi og svona þú ert einhvern veginn peppast upp og síðan ekki alveg strax og þú svona ferð að hugsa kannski bardaðan eitthvað aðeins og svona gýrast upp og síðan svona, þetta er ekki alveg strax og það er ennþá 2 dagar í þetta eitthvað og ég er í stuði núna, sko, ég hef ekki bara græði þetta en síðan er þetta kallað fram þá færðu bara að labba á stað og sér yfirleitt, sko, þú veist, þú kallaður út úr herbygginu, sér andstæðingin hann aðeins fyrir framaði eða fyrir aftæði fyrir eftir hver fyrir fyrst inn og svoleiðis það er geggja moment, sko. Gott. Já, það er alveg svona, þú veist með betri momentum þú veist, af allra
allir þessari viku sko. Þannig að þú ert komið þarna og síðan að tala bút og þú veist, faðum alla og fá vaselín og síðan ertu komin inn, síðan lokað og síðan það bara svona. Þú veist, ert þú tilbúin? Þá ertu náttúrulega bara komin algjörlega í þitt són, sko. Hvernig að faðma pappa áður maður lappar inn í búri fyrir barða? Ég veit ekki hvernig að vera núna, hann múið að léttast 40 kíló, sko. Maðurinn svo kom mest á móti weight cutinu. Verður ekki geta komið úr jafnvægi að faðma til næsta barða? Já, mögulega. Ég sé mig allt og þund á milli handana allt í nú. Nei, það er mjög fínt moment að faðma alla hann fyrir inn og svoleiðis. En mér finnst geðveikt moment þegar það er búið að segja go, þú veist, þú lappar á móti, slærið í höndina og það er bara svona, núna er þetta byrjað. Núna get ég gert það sem ég kann að gera og get gert það bara algjörlega á mína vegu. Núna er þetta bara ég og hann. Þú veist, ekkert annað. Það er eiginlega svona, það er svona búin að bíða eftir, sko. Búin að æfa þig fyrir. En þetta veltur svo mikið á því hvort þú hafi bara trú á þér eða ekki. Þú veist, ímyndaðar að vera í þessu mómenti bara, herri, nú er þetta bara þú og ég. Og ég er ekki alveg viss hvort ég sé klári inn á barða. Já, það áttu náttúrulega kannski átti ekki það endilega að vera þannig held ég sko. Þú veist, jú, örugglega lenda menni í því að hafa ekki trú á sig. Ég held samt, þú veist, ég veit ekki, ég hef verið með að sjá fyrir mér að menn, þú veist, þeir eru búin að slá í hennar og hverju öðrum að þar allt í hennu byrjaðir. Þú veist, jú, það geti vel verið. En ég hef allavega ekki fundið fyrir því að þegar bardaðin að byrja þá er ég eitthvað bara, oh boy, þú veist, hvað ef ég kann ekki að kýla allt í einu, þegar hann kýli fastar en ég, þú veist. Lítill sjálfsefi. Já, þegar þú ert komið þarna þá er ég bara, þú veist, byrjaði bara að hreyfa mig og byrja að finna svona, þú veist, finna minn rytma og þá byrja maður að gýrast upp, sko, þú veist, og þá finnur maður bara að maður, þú veist, þetta er það sem ég kann, þú veist, þetta er það sem ég er bestur í, það er bara þannig, þú veist, það er ekki betri en ég í þessu, þú veist, ég er ekkert að, þú veist, hann getur gert eitthvað og eitthvað svoleiðis en, þú veist, þetta er það sem ég kann. En þannig ertu að tala um að þú verður kannski ferð aldrei neitt svona andlega niðursveiflu og byrjar að missa trúna á þér, en þú lendir í því fyrir mæjabardaðan að vera eitthvað svona ekki beint, það er 3-1 fight og þú varst bara ekki alveg með sjálfur þér. Já, ég hef lent í þessu nokkur sinnum það sem að bara mér finnst líkaminn minn bara vera, þú veist, alveg hryllilegur og í mæjabardaðanum þá var það náttúrulega vest en það var ekkert alveg strax, það kom leiðilega snemma en það var bara svona, þú veist, ég hef nokkur sem lent í þessu og það er svolítið síðan og ég er alveg búin að díla vel við þetta og ég hef ekkert fundið fyrir þessu núna í langan tíma eins og þá, sko, þú veist það var svona það var bara svona eins og líka minn sé bara, þú veist það er ekkert að mér hérna uppi, sko, þú veist, ég veit alveg hvað ég kann og allt svoleiðis, en það er bara eins og, þú veist, ég er bara svona líkamlega bara svona hálfpartin svona, þú veist, koðna niður að líkaminn bara svona er ekki eins þú veist, tilbúin og ég hef alltaf tengt þetta við eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki eitthvað svona sem að sé ekki alveg on, þú veist, líkaminn er ekki, það er ekki það kviknar ekki alveg á skroknum á mér, sko þó ég veit alveg hvað ég er að fara að gera og svoleiðis, sko og maður fær alltaf, þú veist, það kviknar alltaf á þér, sko en stundum svona hálfpartin slöknar á mér og ég lendi í þessi bardaða áður að það var bara hálfpartin slökt á mér og síðan bara allt í einu bara svona random moment, þá bara svona fekk ég bara svona ströyminn í gegnum líkamann og bara kviknaði bara á mér og það er bara eitt af besta moment sem ég uppleiða, sko því þá var ég bara, ég er bara mættur í, þú veist, skrokkin sem ég þekki einhvern veginn. Það er mjög skrítin tilfinning og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta er, sko. Þetta er Zach Cummings round 2, eða ekki, sem voru að tala um? Já. Þarna fegstu bara, var það stungið eftir í samband og þú klárar hann með rear naked choke? Já, mér er stungið eftir í samband og ég finn bara strax, þú veist, ég er svo 20% betur en þessi gæi, þú veist ekki að ég var að hugsa það þannig, en þú veist, það bara, mér er stungið í samband og ég bara, þú veist, ég skil allt hvað er í gangi og ég bara, þú veist, nú klárum við þetta dæmi og þá bara svona, þú veist, nokkur mínútur setna var bara dæmi búin, sko og þú veist, ég vissi það nokkur mínútum áður því þá allt í einu var bara, fannst mér ég bara vera með öll tólin slípuð, sko, þú veist og allt bara vel vakandi og til í þetta. Þú líka klárað þann barða og ekki þá hafi fagnað brjálæðislega
En þú tók svona hressilegt klapp sem var smá svona að sína hvað varst fegin að powerið kom aftur, eða ekki? Jú, mér leiði, þú veist, þetta var svona eitt af mómentum sem hefur liðið eitthvað best, því að þú veist, þetta var svo gott móment þegar þú veist, út að ég var eitthvað svo, þú veist, mér leiði bara sem ég væri með einhverja brauðfætur og dót, sko, og séðan bara svona, eins og ég segi, bara stungið í samband og tilfinningin, þú veist, að hafa bara farið í gegnum það og séðan, þú veist, fengið þetta skot og vera mættur þarna og bara svona mættur eins og ég þekki sjálf á mig og klára bardaðan, þú veist, það var bara það var mjög fullnægjandi. Og hvað gerist þá í maja? Já, hvernig líður í uppbytuninni? Hvernig líður dögunum fyrir? Þá ég bara nokkuð fýtt, sko, ég lendi alveg í þessu nokkur sem við æfingar og mér fannst alltaf að vera jafn random, sko, þegar þetta kom, sko, en þú veist, þess að ég segi, já, þá ég bara, þú veist, veit hvað ég á að gera okkur og ég hafi bara ekki orkuna í það eða eitthvað og bara svona skrítinhátt. Þetta svona, það annað að vera ógeðslega þreyttur, þú veist, og vera, þú veist, svona hálfpartinn gasaður eða þannig. Þetta svona meira eins og sért bara svona hálf máttlama eða eitthvað og þú veist, þú skilur ekkert af hverju, þú líkaminn bara svona, þú veist, það engin ástæð því ég fer inn í hennar barda og ég mjög hátt sjálfstraust varandi þennan andstæðing, þú veist, mér líður ennþá eins í dag að ég sé mjög slæmt matcha fyrir maja, þú veist, ég væri mjög til að fá að berjast þegan aftur, sko, en þú veist, það ekkert að taka frá því sem gerðist og þetta var náttúrulega bara svona og hann náttúrulega bara ógeðslega góð fætir og hann náttúrulega bara vann þennan barda og gerði þetta bara, þú veist, allt fyrir skver og bara geggjaður og ég bara, þú veist, ég tek þessu bara, þessu lossi en ég læri af því á minn hátt, sko, ég veit alveg hvað ég að læra af og hvað mér fannst einhvern veginn hafa gerst eða þannig en þú veist, og náttúrulega margt sem hann gerir ógeðslega vel og hann náttúrulega bara alveg fáralega góður í jörðinni og allt það en þú veist, ég hef oft farið á móti gaurum sem eru, þú veist, vita nákvæmlega hvað það að gera og með ógeðslega mikla pressu og svo leið, sko og þess að ég segi, ég veist, ég viss alveg hvað ég átt að gera það var bara sem ég hafði ekki þú veist, skrokkin í það akkurat þarna eða eitthvað, þú veist, þetta mjög skrítið, sko. Og lappar þá út úr bardaganum þó svo hafi tapað vitandi með það svona einhvern veginn á bakveira að þú náðir að þrauka í gegnum þetta í þínu versta líkamlega ástandi. Já, það var svona það stæðsta jákvæði sem ég tók og ég ákvað náttúrulega bara að reyna að taka það, þú veist, eitthvað jákvæðt út úr sem bardaga, sko, og þú veist eins mikið að neikvæðum hlutum og maður lærir af og svoleiðis og ég náttúrulega, þú veist, og þjálfarnir mínir og svoleiðis strax sáu alveg að þú veist, þetta var ekki beint eðlilegt, sko og við spjöllum náttúrulega þetta eftir á en það sem ég lærði náttúrulega að þessu að þótt að ég sé gjörsamlega handónýtur þá ég samt ekki að fara að gefast upp, sko, þú veist, það hefur verið svo oft sem ég hefði getað auðveldlega þú veist, stimplað mig út úr þessum bardaga, sko, á auðveldan hátt, þú veist, og það bara lítið út eins og hann hefði náðu einhverju góðu tjóki eða armbar eða hverju sem sko, ekkert lítið út í eitthvað illa fyrir mig, en þú veist, ég var bara ekki tilbúin til að gefa það eftir þótt að ég væri handónýtur, sko, og þú veist, ég þraukaði gegnum þetta og át þessi högg og djöflaðist hann í gegnum þetta og það var svona, já, það var svona svolítið góð tilfinning að hugsa til þess eftir og ekki það að mér fannst ég alveg að vita en þú veist, þannig gerði ég það allavega fór í gegnum þetta og lét mig hafa að þrauka í gegnum, þú veist alla þessa mikið Já, það var einhver 140 höfuðhögg sem við fekst þannig. Já, ég sá eitthvað eitthvað svoleiðis á einhverju plaggi, sko, svo sem ekki mikið að hann var þung, sko, það var náttúrulega sem að ekki það að ég hef verið sérstaklega fallegur eftir þetta en þú veist, þau náttúrulega tikka, þetta voru mikið að höggum. Ferðaði töðunar að þér þetta tal að MMA sé svona ofbeldisneygt sport og það, þú veist, þú ert svolítið í forsvari fyrir það, hvort sem líkar betur eða verð. Finnst þér svona óþægilegt að heyra einhverja bæjast blaðamennsku að MMA íþróttin sé ofbeldi eða þetta sé bara svona svolítið grinnra en þér finnst þetta vera? Sumar sem umræðum eru bara svo
galnar sko, þú veist, sumt að það sé bara eitthvað svona að skín bara í gegn fordómar og í rauninni bara, þú veist, hvað fólk veit lítið íþróttina þegar það er að tala hana, þú veist, og hvað þetta er mikið tilfinningatal hjá þeim sko, þú veist, að sér eitthvað og bara svona, oj, þetta er ógeðislegt, þessi gaur er að reyna að meiða hinn, en þú veist, ef við lítum bara á svona statistics og svoleiðis, þá er þessi íþrótt ekkert hættulegur en aðrar í aðrar sport íþróttir sko og í rauninni langt frá að vera fremst í flokki yfir stórslið sko, eða bara, þú veist, eða minni áttaslið út í það er að fara sko, þú veist, það er bara þannig og þetta tilgangurinn með íþróttin er svolítið harðgerður, þú veist, við erum að fara inn og við erum að berjast en tilgangurinn líka er svolítið náttúrulega sá að þú veist, þú ert að læra að verja þig sko, þú ert að læra að berjast, þú ert að læra að sjálfsvörn, þú ert að læra þú veist, martial arts, bardaíþróttir og til þess að finna út hvað virka best þá náttúrulega fara tveir saman og þegar þú veist það er náttúrulega bara eins vel aftur að þessu og þú veist allt í kringum þetta, þú veist læknarnir og allt og reglurnar og svoleiðis, það er allt gert til þess að þetta sé eins civilized og hægt er en auðvitað er þetta harðgert sko, því þetta þarf að vera það, þú veist þetta þarf að vera svolítið raunverulegt, það þarf að vera orka í þessu, það þarf að vera þú veist það þarf að vera svona svolítið raunveruleg tilfinning, þú veist þetta getur ekki verið einhver svona hálfgerður sýnibardagi það sem farið inn og ég gerir svona og þá gerir hinn svona já, svona versmar þú veist það virkar ekki, það vita allir þú veist, ef þú vilt í rauninni koma staði þá er ekkert mál að fá að vita það sko. Eitt sem ég pældi aldrei í varandi steranótkun í MMA er þú veist, það er náttúrulega svo augljóst þegar maður talar það en að sá sem er að stera sig eða dæla ykkur í sig hann er bara potentially að sko skaða andstæðingsinn til langtíma með þyngri höggum eða einhverju óvinnilegu performance með svindli. Hvað heldur þú veist, er þetta fullt af sterum þetta sport eða hvað stendur þetta? Já, ég held að sé eins og í flestum sportum sko, ég held að sé maður svona skynjar það svolítið þegar maður tala um menn sem að hafa eitthvað svona raunverulegt vita á þessu að það er svo fárálega auðvelt að komast hjá þessum testum að þú veist, virðist vera miklu það sé alltaf undan sko, þú veist, testin er að testa fyrir einhverju en efnin eru einhvern veginn þannig að þú veist, það er ekki verið að testa fyrir nákvæmlega þeim efnum sem eru nýjustu efnin eða eitthvað svoleiðis þannig að þú veist og síðan þegar testin catch up þá eru bara búið út af því að þú veist þegar gæðinir sem að búið til efni vita nákvæmlega hvernig testin eru, vita nákvæmlega hvað er verið að testa fyrir út af því að það er náttúrulega bara opinbert þannig að þú veist, þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að hinir sé eitthvað laumbúkast við testum þetta er ólulegt efni, þú veist, þeir verða að setja upp hvað er ólulegt, til þess að menn viti ekki hvað er með ekki fara að setja í sig þannig að þú veist, þeir hafa alltaf advantage þar sko. Ég bringa svolítið upp þessa steraumræðu út að eins og þú varst að tala um að þú vissir hvað í þér bjó eftir tapi gegn Maja það sagði líka einhvern tíma við mig að þú vissir að þú þyrftir ekki að fara á ólögleg efni eftir að þú klárar held ég ATCC, getur það verið? Já, ég hugsaði að það sko, þú veist, að miður hvað ég fór á móti sterkum andstæðingum og ég veit fyrir vissu að þeir sem voru fyrir ofan mig voru allir helvíti svona þéttir þröngir í skinninu þröngir í skinninu og mér leiði eins og það hafi ekki verið sko hesli munnurinn sko, mér leiði bara þú veist, þá var ég skilur búin að ég var ekki eins og svartbelti, ég var ekki búin að æfa það er rosalega lengi sko allir sem gæði búin að hafa miklu lengur mér leið bara svo, þú veist, það sem að varð mér til falls var bara vangeta sko, þú veist, það var bara eitthvað sem ég get æft upp, þú veist, ef ég hef verið aðeins klárari þarna að þekkt þessa stöð aðeins betur, þá hef ég bara getið unnið en að barta, þú veist, ég hafði yfirburðið á mörgum stöðum en sumar stöðu bara þekkti ég ekki nógu vel sko mér fannst ég ekkert vera eitthvað of aumur eða þú veist minna durable eða eitthvað svoleiðis ég veit alveg að
ef ég myndi byrja að dæli með einhverjum styrum þá get ég örugglega verið sterkari og meira durable sko. Og ég ekkert að neita fyrir það fyrir utan það náttúrulega mikið af þessu náttúrulega þannig að ég geti bara æft meira sem náttúrulega örugglega aðalkosturinn sko. Geta eitt meiri tíma í gymminu en ég held samt bara þetta þú veist, it will run its course sko. Þú veist, þú ert bara með ákveð mikið af púðri og ef þú ert að dæli í styrum þá hugsa ég að þú brennir bara þessu púðri fyrr og sem örugglega ekkit vitlaus hugmynd að þú vilt bara eiga stuttan karriér og þú veist fara að inn og djöflast og náður í peningana og fræðina og þetta dót og þú veist, og stimplaði sem bara út það er bara örugglega helviti fínt sko en ég hef líka satt sig alltaf verið svona smá smeykur við þetta, þú veist, ég veit ekki hvað áhrif þetta mun hafa á framtíðin og svoleiðis, hvort að þú veist, ég nenni ekki að vera með, þú veist, eitthvað handónýtan pung eða, skilur, ég nenni ekki eða þú veist, nýrun á mér er eitthvað fókt eða hvað allt þetta dæmi, þú veist, gerir og ég efast ekki að segja þetta stera og það sé nánast bara beneficial og gera það rétt og okkur svona, það heldur við bara þú veist, betri eitthvað þú veist, ok, það er örugglega hægt að gera þannig en ég bara hef ekki áhuga á því, maður langar bara að gera þetta þú veist, með skrokkin á mér eins og hann er og kannski eftir einhver ár þá verður þú veist að fá sér einhver ákveðna stera eða einhver ákveðin efni, það er bara einhver svona hluti sem allir gera, bara svo fólk fær sér vítamin, þetta er bara, já, þetta gema þetta er alltaf bara holdt, þú veist bara heldur við ferskum og verður að gera það lifi lengur. Já, ég veist ekkert annað mega sens en þetta enda einhvers þar sko. Nei, þá er það allt annað en núna er þetta bæði bannað og þetta er svona, þú veist já, þetta heilla mig ekki heldur sko, þú veist, eins og ég segi ég er ekki að fara inn þú veist, mér langar ekki bara að vinna þú veist, ég er ekki að fara inn og bara það sem skiptir mig öllum máli er að vinna skiptir einhver máli í hvað íþrótti væri fyrir inn og það sem skiptir öllum máli er bara að vinna hvernig sem ég gera það er ekki þannig mér langar að verða betri og mér langar tilfinningar sem ég fæ þegar ég læri einhverja stöður og finn bara svona yfirbyrði þú veist, tilfinningarlega yfirbyrði í þú veist, í hreyfingunum sem ég er að gera og ég finn bara, ég er búin að bæta mig þarna og ég finn, þú veist, bara hvað ég þekki þessar hreyfingar vel og þú veist, ég sé að verða sko, þú veist, ég er að byggja upp eitthvað skill þú veist, eitthvað skill sem þú tekur aldrei af mér sko, það finnst mér vera svo heillandi sko, þú veist að þjálfa upp eitthvað skill og þú verður bara betri þú veist, það er bara geggjað, þú veist, þetta er bara þekking, þú veist, þetta er bara knowledge sem að þetta verður ekki tekið frá þér sko, þótt að líka með einn byrja smá saman að hrörna og svoleiðis það var mikið af því sem að þú lærir er bara hlutir sem að þú getur alltaf gert og ég held að því minna sem þú notar að styrum og sem minna sem þú í rauninni ert að vera háðu því hvað þú ert miklu sterkar en hinn eða sneggur en hinn því meira virði er tæknin eða þekkingin sem þú ert svona byggja upp þú veist. Það er eitthvað sem er alveg priceless dæmi sko, þú veist, ef við horfum bara á lífið, þú veist, og bara lengra með ekki bara UFC eða þú veist, það er eitthvað svona sem að er alltaf með þér sko. Verður samt aldrei smá smeykur út af mér finnst þetta mjög svona virtuous goal að vera með og að stefna á þetta frekar heldur en að þú veist reyna að fara hröðustu leiðina að beltinu eða eins og þú ert talað að leita því að vinna og það er svolítið klikka pælið í að markmiðið er ekki að vinna það er náttúrulega einmitt, það er alveg markmiðið en þú ert með svona dýpra undirliggjandi risastórt markmið og þetta er allt einhvern veginn svona bara minni endar af því finnst mér þetta belti og vera rankaður og fræðin og framinn og allt saman en það er svona entourage það er svolítið svoleið sko. Já. Það er svona ultimate goalið þitt sem er ekkit, þú veist, goal sem þú kemst aðeins í hann, bara ultimate, þú veist ástæðan fyrir því að ég er að gera það sem ég er að gera ástæðan fyrir því ég, þú veist, vakna á morgnana og þú veist, geri það sem ég geri eða hvernig sem það er, þú veist drifkrafturinn er þessi, sko þú veist, þetta er það sem að heilla mig svona svakalega þetta er það sem ég finnst geðveikt en auðvitað fer ég ekki inn í neitt bardaga og eitthvað, já, ég kannski vinn ég ekki þú veist, það er ekkert að ræða það, þetta fer ég að inn og ætla að vinna hann bardaga, punktur en
en þú veist, ég ekki að fara inn og ætla að vinna en að barda þú veist, og búin að ala það upp með mig hvernig sem allan ferilin og þú veist, ég bara það er aðrir hlutir sem að skipta mig svo miklu máli heldur en bara að vinna. Það finnst mér bara ekki heillandi, það heillar mig ekki að mikið sko. En auðvitað þá líti ég að það sem svo að með þessum æfingum og mínu mentality og því að fylgi fiskarnir og endurrasi þetta, þú veist, að með tíman muni þú veist, geta sýnt fram á þú veist, þetta, þú veist, það skilið mun koma þér hingað og það náttúrulega bara þú veist, alla leið. Er það ekki smegur að veist, eins og þessi óhöpp sem voru búin að lendi í þú veist, að maður óhöpp eða ekki óhöpp, whatever, þú veist alveg hvað við að þú náir aldrei að sýna þetta skill sem þú ert búin að byggja þér inn? Nei, ég held að þetta bara spurning þolum að þú veist, það lenda allir í einhverju bumps on the road sko og þú veist menn fara mismöndi leiðir í lífinu og svoleiði sko og sumir lenda á þessum og ég hef alltaf farið mína leið bara frá byrjun og sumir geta farið einhverja eins og segi svona hálf tróðuna slóð og þú veist þetta kannski augljóst að gera þetta svona og þetta svona the smartest move en síðan eru kannski sumir sem að fara bara svolítið þú veist sína leið og ég lít svolítið á það ég þú veist ég hef alltaf verið svona, þú veist, ég hef verið með mína sýn og ég held í hana og þótt að koma eitthvað bakslag þá ég ekkert að fara að gefast upp bara út af því að þú veist og breyta því og byrja að stera mig og byrja að spila ógeðslega safe eða eitthvað. Þú veist, ég held þessu striki bara og auðvitað ef að mér finnst að vera galið ég er ekkert að halda í einhverja gremju nei þetta, svona á að gera þetta ég get ekkert breytt því þú veist ef að ég sest niður og hugsa svo, já, það er nú kannski rétt sko, að það er bara miklu praktískar að gera þetta svona þá myndi ég náttúrulega gera það sko þú veist, ég mun ekkert halda í einhverja gremju bara út að ég er búin að segja einhverjum að ég ætla að gera það út af því að einhver tímann fannst mér þetta og síðan fattaði já, það var nú kannski ekki alveg rétt og þú veist, maður þroskast og lærir og svoleiðis og maður verður alveg að vera heiðarlega við sjálfan sig sko en að samanskapið þegar þeir finnst þú veist þegar þeir finnst þetta að vera leiðin sem þú vilt fara og þetta þú veist þetta heillar þig og þetta finnst þér vera og þú trúir þú veist á þína leið alveg þú veist á þess að þú veist það ekkert sem fær mig til þess að trúa því að þessi ekki hægt að fara þetta eða ég get ekki farið þessa leið þá sé ég enga ástæðu til að fara og elda einhvern annan já þessi gerir þetta svona hann náði heldur góðum árangri best ég gefist bara upp á þessu og fyrir bara þessa leið. Hefur þetta breyta eitthvað tíman leið svona yfir lífsferðina? Já, þú veist, maður modifæðir allt sem maður er að gera og maður er alltaf að læra og þú veist Hefur eitthvað tíman gengið út frá svona röngum sannleik eitthvað svona sem þú helst og síðan þurftur bara að vera heiðarlegu við þig og bara þetta nú ekki að breyta þessu við þurfu eitthvað? Já, örugglega milljón sinnum sko örugglega ef maður oft lendi þú veist, það er náttúrulega margar stöður og kannski svona hreyfingar dót sem maður notaði meira áður og maður hafði svona alveg bullandi trú á og síðan svona fattar maður kannski einhverjum tímapunkti að já, ég þarf nú eitthvað að laga til með þetta því í þessum aðstæðum þá virka þetta ekki alveg nógu vel sko. Það eru praktískari leiðir til þess að gera þetta og það eru betri, þú veist, þú þroskast sem bardagamaður. En kannski svona þessi starra samhengi, þú veist, bara eftir hvernig þú lifir lífinu, þú veist eins og bara hversu oft þú æfir í viku eða hversu mikið þú ert að sinna æfingum og það ég veit að þú veist og þú veist það alveg sjálfur að þú gætir eitt miklu meiri tíma í gymminu en þú vilt samt halda ákveðnum balans á milli bara lífsins og æfinga. Já, ég hef náttúrulega þú veist, núna er ég búin að vera í þessu alveg frá því ég var svona þú veist, full time örgulega sinni ég var 17 ára sko og ég finn alveg að þú veist, skrokkurinn er ekki svo samu þegar ég var 20 eða 23 og þú veist, ég elska þetta sport en þú veist, ég recover ekki eins og ég gerði og ég hef ekki, þú veist ég get ekki eftir eins og ég æfiði áður sko og ég hef líka alveg gaman að öðrum hlutum í lífinu og hef alltaf haft sko en ég þarf að peysa með öðru þessu núna en ég gerði og það er alveg bara staðrend
og þú veist, ég finn það alveg á æfingar að ég þarf að skipuleggja það aðeins betur og skipuleggja betur, þú veist hversu mikið intensity á þessum æfingum og síðan næstu og þú veist hvernig þú æfir þarf alltaf að verða svona gáfulegra og þú veist það er svo auðvelt að pússa sér oflant og þú veist mögulega meiðast eða síðan náttúrulega líka hægt að vera bara húðlatur og ég hef verið gláð á tímabil sem ég hef ekki nefnt að mæti í gimmi í einhver tíma og eitthvað svoleiðis en mér finnst samt, þú veist, ég veit alveg hvað er svona bakvið, þú veist, neistinn inn í mér, sko, þú veist, ég veit alveg að hann er til staðar og ég myndi alveg vita þegar það kemur að því að þú veist, eða það myndi koma að því að ég bara svona ég bara nennis ekki, þú veist en það er bara svo langt frá að vera raunveruleikinn að þú veist, þótt að ég sleppi að mæta æfingu hérna þarna, þá veit ég alveg tíman sem ég er að setja inn og ég veit líka alveg að sko ég finn alveg bætinguna mína, ég finn alveg þú veist þegar ég er að þekkja stöður miklu betur, ég finn hvað er að opnast fyrir nýja hluti þegar ég er á æfingum og þú veist stöður sem ég kannski vissi ekki beint af og hreyfingar að þannig svona aðstæður sem að ég var ekki eins og meðvitaður er ég orðinn meðvitaður núna og get nýtt mér og sé kannski andstæðingarna mínir eða æfingafélagar einhver er ekki eins og meðvitaður þetta, þú veist, það er það sem að gerir mann betri, sko, þú veist, þarna er heil heimur fyrir mér og hann, þú veist, hann þekkir þetta ekki einu sinni, sko, þú veist þetta heldur alltaf áfram og meðan þú ert að finna þetta þú veist, á æfingum og svoleiðis og koma heimtíðin og svona já, þú veist, þetta moment þarna og þessi, þú veist, þetta er eitthvað sem ég þarf að halda áfram að æfa og það er spennandi og það er, þú veist, ég finn fyrir bætingum og svoleiðis meðan þetta er allt svona grassir að innra með þér ennþá þá hlýtur að vera réttir leið, sko. Ég held að þetta sé það sem að Matt var að tala og ég var að segja frá hann í byrjun með bara þessar pælingar og þetta viðhorf sem þú hefur til íþróttarinnar að vera að horfa á þetta á svo miklu dýpra leveli og ekki vera að eldast við þessi svona skamtíma markmið sem hættir að setja sér eins og bara með að klífa ranklistan eða læra eitthvað bara að herma eftir einhverjum, eins og bara sjá þig til dæmis og Matt oft eftir æfingar horfandi á einhverja bardaga sem eru 10 ára gamlir eða þú og John að horfa á UFC á kvöldin og æfa einhver glímubröð sem þið sáuð í bardaganum þetta er svo augljóslega mjög passionate og alltaf svona mjög forvitnir það sem er að gerast og svona hvernig þið getið heimfarta á ykkar æfingar og þarlegandi gert ykkur betri. Já, það er það sem að þú veist það er drifkrafturinn, sko, þetta er ástæðan fyrir að við gerum þetta er að við elskum þessa íþrótt og höfum svo mikið áhuga á þessu og allar þessar litlu hreyfingar og dót stundum bara getur maður ekki þó maður sé heim í sófan þá þarf maður bara aðeins, kottu inn aðeins maður leggst á gólfið og já, ég þarf aðeins að fá eina löpplána og þú veist, fikta og prófa og síðan þú veist, hlakkar í manni að fara og prófa þetta í raunverulegum aðstæðum og sjá hvort maður geti, þú veist, fundið út við því og hvort maður geti svona integrata þetta inn í sitt eigi game, sko. Það er svo geggjað, þú veist, og þetta er það sem ég, þú veist, lifi fyrir, ekki það eitthvað ég vakna á mótnana og ég sé búin að hækka á ranglistans þú veist, maður vaknar á mótnana og þú veist og maður fer að spá í þessu þá er það, þú veist þá fer ég strax að hugsa bara einhverja aðstæður þú veist, þarna þegar hann kemur þarna, þú veist, og þú veist, svona orka, þú veist, hann er kannski hann er sterkur eða hann er snöggur eða hann sveiflar á þennan hátt eða hann, þú veist, setur þyngdina mjög mikið þarna, þú veist, og segja bara svona fer að finna út úr því og segja fer í gimmið, fer að fá tilfinningu fyrir því, segja getur farið aftur heim og það var búin að fá meiri tilfinningu þá kannski það sem að þú varst að hugsa að geti gengið, það gengur ekki alveg svona út af þessu, þú veist, ég tók þetta ekki alveg inn, þú veist, út að ég var ekki búin að fá nóg miklu tilfinningu fyrir því, byrjar aftur, kemur aftur inn og síðan á æfingum ertu kannski, þú veist, að gera þetta til skiptis, þú ert að prófa, þú ert að prósessa, þú ert að prófa aftur, prósessa, þess vegna finnst mér líka svo oft gott að taka svona smá tíma eftir æfingar og prófa stöður og það eftir æfingar eru búin að eiga kannski erfið æfingu, þá er líka minn svo, þú veist, þú veist kannski hann þreyttur síðan nærðu andanum, hún nærðu aftur góðum og það þekkja flestir þetta, þú veist, eftir erfiðar æfingar þegar þú ert búin að recovera, þá er maður oft bara eitthvað þindalaus og bara svona
þú veist, það er allt smurt og gott og þú ert bara svona tilbúin að fara aftur í rauninni, en auðvitað þú gerir það að tekur aðra harða æfingu, þá ertu bara handónundin daginn eftir, en þá getur þú farið að prófa stöður, en það líka minn er svona, að hann er svo nýbúin að takast á að hann þekkir miklu betur pressuna og hefur miklu meiri tilfinningu fyrir stöðinu og það var vast enda við að gera hana, þannig að þá ertu miklu svona móttækilegri fyrir því hvað er að fara að virka þarna, þú manst það var bara rétt á hann, bara nei, þetta virkar ekki svona, meðan þú fer kaldur inn og þá ertu kannski ógeðslega jákvæð, þetta er enda mega fullkomið sens, en síðan þú veist leið og ferðið og þá bara kemur alltaf inn pressa og þessari átt og þá er svona, nei, ég er búin að gleyma þessu, þú veist, þetta virkar ekki alveg, en beint eftir æfingar þá ertu einhvern veginn svo, fyrst mér besti tíminn til þess að prófa stöður og drilla og þú veist, lækka intensity og þú veist, þá vistu bara, ég lendi í því áðan, þú veist, að ég fekk þessa pressu en að prófa að setja hann aðeins og þá getur við séð þetta og þú manst þetta allt svo vel, sko. Þetta heldur þið svona svolítið gangandi, þetta er svona þinn drivkraftur kemur þaðan. Já, það er þessi moment, sko. Þannig að það er svolítið erfitt að koma undan tapi og missa neistan gjörsamlega fyrir þig. Já, þú veist, ég veit ekki hvað þyrfti að gerast til þess að ég myndi missa neistan fyrir íþróttinni, sko, og þú veist, og síðan líka finnst mér svo gaman að fara að keppa, því það verður, þú veist, það er ekki bara að æfa, heldur, það er, þú veist, þegar þú fara að keppa, þá farið þau svona ekstra orku, þú veist, það er alveg svona, að vita það allir að það er ekki að sama að keppa og að sparra, sko, þú veist, þá er svona önnur orka og bæði, þú veist, hvernig þú tekst á við það og hvernig, þú veist, pressan er miklu meiri, hraðin er kannski meiri og síðan er kannski stressið eða eitthvað og það hvernig þú díla við það allt og hvað tæknir þá og hvernig hreyfingar henda þér í keppnum, þú veist, þú getur kannski gert alls konar hluti á æfingum en síðan þú keppir þá einhvern veginn, þú veist, það var ekki alveg að virka nógu vel þarna, sko, og þú veist, þú þarf svolítið að þú setjast niður og grafa svolítið í hvernig er leið, hvernig þú veist er eitthvað á æfingum sem að þú veist, ég upplifa sem að ég get ég láta mig líða svona á æfingu, er einhver tímar á æfingu þar sem ég finn þetta og get ég þá, þú veist, unnið úr því og muna það, þú veist, og díla við það þetta er all hluti líka sem þú þarft að læra að gera, þú þarft að keppa mikið, sko. Ég veit að allir Íslendingar, þú veist, jafnvel þó svo þau fíla ekki þetta sport og horfa ekkert utan sportsins, þá eru þau mjög spennt þegar að Gunnar Nelson fær barða og það halda allir mjög mikið með þér, en ég gæti alveg trúa að svona komið svona ákveðið áhyggjutímabil, svona hvar stendur hann á ferlinum núna og þú veist, kemur undan einhverju tapi og síðan svona kemur ljósa að þetta var óhapp og síðan kemur aftur þetta meiðslin með Neil Magny. Hvar finnst þú þér vera á ferlinum? Finnst þú veist, ertu ekki að fara að slaka á? Nei, það er ekki búið, sko. Ég hef engan áhuga á því. Ég er bara, þú veist, núna er ég bara ná mig góðum og verður vonandi bara góður á næstu vikum og þá er bara, þú veist, setja á fullt og reyna að finna annan barða og vonandi getur bara keppt í haust. En með þessu móti að vera alltaf að gera þennan grunn svona ótrúlega góðan og vera ekki að leitast alltaf eftir þessum sigrum, endar það þá ekki bara sem heimsmeistari, eða? Jú, það er alltaf bara stefnan. En þú veist, auðvitað er ég að leitast eftir sigrum. Ég fer alltaf inn. Já, sjálfsögðu. En þú veist, það er ekki, já, en jú, það er bara, þú veist, mín markmið hafa ekkert lækkað eða minkað frá byrjun, sko, þú veist, þetta er bara alltaf, ég hef alltaf verið í rauninni bara á sama veg, þótt að hann hafi náttúrulega, þú veist, ég hef ekki getað prediktað allt sem var á mínum vegi eða þannig, og síðan læri ég betur og betur á hann og þá er þetta bara, ég er bara held mínu striki. Það er heldur gott. Fyrir bardaga þá ert þú ekkert eitthvað of stressaður og þú er alltaf svona lagt upp með það að vera að lifa lífinu alveg ásamt til að vera íþróttamæður og þú spilar tölvuleiki og ert orðin helvíti góður í þeim tölvuleikjum sem þú sinnir. Þú fer á vélsleða, þú ert á mótorhjóli, þú ferði rauðvín á keppnisdegi, nei, fyrir keppnisdag, ekki á keppnisdegi, eða bjór. Þú veist, hvaðan kemur þetta prinsip alls saman og þetta koncept, þú veist, það myndi enginn mæla með þessu, fattar þú? Þú myndir ekki sjá þetta innum íþróttafræði áfanga í
í HR sko. Nei, ég náttúrulega misti af þessum íþróttafanga, ég droppaði út sko. Droppaði út. En nei, þú veist, þetta bara, ég held bara að þú veist, þótt ég fá með bjór, ég hef ekkert alltaf gert það, en ég hef gert það og þótt ég fá með bjór, þú veist, á einhverju degi fyrir keppni, ég hef oft fengið með bjór og farið átt helviti góð æfing og eins og þarna ADCC þá drakk ég nú helviti marga og síðan átti ég bara helviti góðan dag sko, þú veist, þannig að ég fæ mér ekkert bjór út af því að það eitthvað svona ritual sko, ég fæ mér bara bjór en mér langar til að fá mér bjór og þú veist, ég geri bara nokkuð neginn, lifi bara lífinu mínu eins og nokkuð eðlilega, þú veist, ég ekki að breytast í einhvern munk út af því að ég að fara inn í hringin og gera það sem ég kann að gera og þú veist, gera allt mitt líf sko, þannig að ég bara svona lifi eðlilegu lífi og lifi, þú veist, í lífi sem ég langar til að lifa og sem mér langar til þess að, þú veist, ég veit ég get haldið þetta út sama með, þú veist, þessu weight cut og svoleiðis, þú veist, þetta hryllilegt dæmi, sko, þetta er svo heimskulegt að einhverju 2 gæjar sem eru báðir 95 kíló, sker sér niður í 77 kíló daginn eftir til þess að hitta síðan, þú veist, daginn eftir í keppni báðir komnir aftur upp, þú veist, þetta er bara galið, ég bara, þú veist, nenni ekki að taka þátt í þessu einu sinni. Ég spurði henni svona vinniðinn svona í sambandi við þess að weight cut umræði sem er endar orðin vel þreytt en hann var að tala að þú gætir skorið auðveldlega niður í lightweight, ekki? Og ég eitthvað já, ok, hvernig heldur hann myndi ganga að myndi fara í lightweight? Og bara, hann myndi vera heimsmeistari. Ég eitthvað, akkur heldur hann gerir þetta ekki? Hann nenniði ekki. Já, þú veist, þú veist, mér langar ekki að taka þátt í þessu, mér langar bara að vera í þessari þyngd og þú veist, ég er örugglega eini welterweight í nýju welterweight. Já, það er góð pæling. Og vonandi bara breyta þessu líka og þú veist, þú veist, ég nenni ekki eins og pæli eða breyta þessu eða gera það ekki og gera það ekki, sko, ég er ekkert að stóla á það eitthvað, sko, en þú veist, ég er bara þarna og ætla bara að halda með þarna og eins og ég segi, þú veist, ég held bara mínu striki og eins og varst að tala um áðan, þú veist, ég er ekkert að banna mér að gera allt í heiminum bara til þess að gera þetta, ég sé það ekki svo eitthvað atriði, ég held að sé meiri líka mikið af þessum ritual og svo dóti sem að ég held að þetta sé meira í hausnum á fólki heldur en í rauninni raunverulega að gefa þær eitthvað, auðvitað átt að borða hólla mat og vera duglegur að æfa og ná góðum svefni og þú veist, þetta er allt basic hlutir en þegar kemur að einhver svona smáatriðum og fólk eitthvað, já, hvað borðar þau fyrir keppni, hvað borðar þau svona viku fyrir keppni og þú veist, ég veit ekki sem hvernig ég á að svara þessu, ég borða bara það sem ég er vanur að borða, sko, og það sem ég langar í og reynaðu þetta bara að borða holla mat og svoleiðis, en ég er ekkit svakalega mikið, þú veist, með eitthvað næringafræðing hérna hliðin á mér sem að segja mér nákvæmlega, þú veist, ég hef prófað alls konar dót, sko, og þú veist, mér fannst það ekkit vera þú veist, að bæta mig eitthvað, mér fannst það ekkit vera eitthvað, þú veist, það var bara svona annar hlutur sem þú þurftir að fara að vera eitthvað ægilega meðvitaður og pæli eitthvað ægilega mikið og það var bara svona hálf boring og fyrir utan það var ekkert að gefa neitt sérstaklega, þú veist, ég held að þetta sé hlutir sem skipta ekki öllu máli nema að það skipta máli fyrir þig. Þú ert smá undrapatt þegar kemur að þessu og það er eins og með þetta, voru að tala að mataræði kannski skipta ekkert svo miklu máli eða þessi svona aukaskrif og ég veit alveg að þú ert náttúrulega að tala fyrir sjálfa þig og allt það en þú fylgir engu styrtaprógrami nýja conditioning prógrami þínar æfingar eru á glímugólfinu og inn í búrinu Já, þú veist ég geri og hef alltaf gert svona einhverja ákveðna æfingar sem að mér finnst styrkja mig á ákveðnum stöðum og svoleiðis og þú veist ég hef tekið alveg svona tímabil það sem ég tekið einhverjar æfingar og dót og þú veist sem að mér finnst að gefi mér eitthvað svona edge einhvers staðar eða eitthvað sem ég vil bæta einhverja hreyfingar sem ég sé kannski að þarna þú veist þessi er mjög sterkur eða þessi hreyfing þú veist ég er ekki alveg nógu öflugur í henni ég er ekki þekkjan ekki nógu vel sko þá æfa þá hreyfingu til þess að kenna þér hana og þú ert durable í henni, þú ert sterkur í henni þú þekkir hreyfinguna og þú ert liður í henni og svoleiðis þetta held ég að sé svona æfingar sem ég hef oft tekið fyrir sko en þegar kemur að styrtaprógram og svona já, kannski svona fysiodóti sko, það hef ég aldrei verið til fyrirmyndar og mætti kannski taka það aðeins meira sko og ég hugsi komið til með að gera það núna ég er búin að vera mjög duglegur hjá honum Sigurður Sölva síðan ég meiddist
sjúkraþjálfara og hann það er mikið æfingu sem við erum að gera sem að ég held að ég eftir að koma til með að halda áfram að gera allavega eitthvað af þessu og þú veist ég er einhvern veginn á því núna að allavega einu sinni í viku þú veist þá eigi ég eiginlega bara að vera inn á sjúkraþjálfarastöð að gera einhverjum svona æfingar til að halda sig við og vera bara í góðu sambandi við hann þú veist og því þegar kemur eitthvað upp og svoleiðist til þess að halda sig bara sérstaklega eftir maður þú veist ég er ekki tvítugur sko ekki það að ég er svona gamall en ég er samt að setja mikið ála á skrokkin á mér og til þess að halda honum góðum og halda honum almennilega við þá held ég að alls konar svona æfingar en þetta þurfa bara að vera réttu æfingarnar ég held að sé svo auðvelt að gera hellinga einhverju drasli sem að bara þú veist nánast bara waste of time and energy sko. Þú ert á mér að tala bara það sem að fólk hefði kallað bara nauðsynlegar hreyfingar í líkansrætt og það á hnébeygja, deadlift og einhverja pressur þú gerir aldrei neitt svoleiðis Nei, ég gerir voða lítið og ekki neitt af hnébeygja eða svoleiðis dóti sko og ég er ekki að segja að það geti ekki haft góð áhrif á einhverja eða eitthvað, ég veit svo sem ekkert mikið það sko, þú veist, eins og ég segi ég hef prófað alls konar svona dót Hvernig ekki kettlebellu prógramið? Þú meina þannig að þessi 2 mánuðir sem ég blés upp eins og ég veit ekki hvað það var fyrir löngu þá fór ég á okkur kettlebellu kúr og þú veist, mér fannst bara á 2 mánuðum ég var nú tölvöld yngri og þá bara blés ég allur út sko, þú veist, ég held ég sé svona svolítið þannig að þú veist, ég áörglega hellingsinni, ég hef aldrei liftað þannig en ef ég myndi byrja að lifta eitthvað að viti þá hugsa ég myndi stækka helvíti hratt og þú veist, bara eins og pabbi byggður og svona, hann er svona frekar svona þú veist, sterklega vaxinn og þú svona kall sem var í liftingum í gamla daga og á auðvelt með að setja kjöt á sig sko og ég hugsi ég sé alveg smá þannig líka sko ekki það að ég myndi verða stæðstur manna sko en ég hugsa að ég myndi lifta þá myndi ég örugglega stækka tölvöld fljótt en ég er líka bara svona, þú veist, ég vil byggja vöðva og nú komum við aftur inn á þetta skildæmi sko að þú veist, þótt að ég myndi hætta að æfa núna í lengri tíma þá myndi ég ekkert í rýrnaði minka neitt og allir vöðvarnir sem ég er með eru bara vöðvar sem eru búin að vera með mér í mörg ár og það ég held að þurfi svo mikið til þess að þessi vöðvar sé eitthvað að fara þú veist ég þarf að vera að koma með legusár held ég áður en að þú veist allt svona er farið að rýrna sko þannig að það blása upp einhverja vöðva sem eru inn í smá stund og síðan fyrir off-season og þá bara svona þú veist hórastu allir upp og ég hef engan áhuga á þessu sko ég hef áhuga að byggja upp vöðva sem að kunna og vera að hjálpa mig við einhverja hreyfingar sem eru, þú veist, durable, sem eru sterkir, sem eru liður og meira áhersla hjá mér er meira að læra einhverja hreyfingar, læra að beita og svona einhverju vöðva mögulega sem eru ekki að kikka nóg mikið inn og svoleiðis eins og bara sjúkraþjálfarar að tala að virkja ákveðna vöðva og ég hef þú veist mikið áhuga á þessu en ég held að þetta sé líka spurningum að virkja vöðva samspil rétt þú veist, það þýðir ekkert bara að virkja einhverja vöðva og hitt og þetta já, þessi vöðvi, þú veist, djöðlega hann virkur en hvað er hann að nýtast mér, þú veist í hvaða samspili við aðra vöðva er hann að nýtast mér við þær hreyfingar sem ég þarf að halda þú veist, ég hef alltaf verið mjög skeptiskur á allt svona að þú veist, að ég sé ekki að prógrama sjálf á mig þannig að einhverju vöðvar sé að eyða orku eða eyða súrefni á mér þegar þeir þurfa engan að vera að gera það þú veist, ég vil finna fyrir því að þegar ég er að gera æfingarnar þegar ég er að gera einhverjar hreyfingar að ég sé actually orðin betri í þessum hreyfingum sem er langt að vera betri og ég finni að ég þekki þær betur þetta verður áreynslu minna fyrir mig að gera þessar hreyfingar þú veist, ég er minna þreyttur og ég þekki bara hreyfinguna einfallega betur Þú fílaði samt að fara út að hlaupa? Já Hvað var málið með það? Ég veit ekki, það var bara, ég byrjaði að fara út að hlaupa núna og sumjölu meina að það hafi verið ástæðan fyrir að neða mig fór í fokk en ég er ekki viss, þú veist, ég vona innlega ekki því mér varst geðveikt að fara út að hlaupa, þetta var nú svona hálfgert skokk hjá okkur eða þannig, þú veist, bara svona frekar látt pace en þetta var bara svona, þú veist þetta snýri svolítið það bara að fara út og hlaupa einhverja, þú veist, hvað voru að hlaupa, 5 kilometra Já, tæpa, 4,7 Já, eitthvað svoleiðis, þú veist, og hlaupa og bara, þú veist, þetta var bara svona fínt pace þú bara náður upp öndunni og síðan var þetta bara taktur
mér bara svona, þú veist, súrefnisintakan þú veist, þetta hjálpaðis mér í recovery þetta líka bara svona tími það sem að svona þú veist, ég æfi ekki mikið úti það fannst mér vera mjög mikill kostur og líka bara fá annan tíma það sem þú ert bara, þú veist í sama rytmanum, þú veist, það aldrei það sem ég að gera það, ég alltaf að díla við eitthvað svona unexpected atriði, þú veist, ég alltaf á móti einhverjum manni sem að fara að gera eitthvað sem ég veit ekki nákvæmlega fyrirfram en þú veist, það ekki ég aldrei á æfingum bara þessar taktöndir sem við erum að tala 2 inn, 2 út, 3 inn, 3 út eða hvað sem þú veist, ég næ aldrei að halda því óbreyttu í 20 mínútur, sko. Nei, þannig að þú varst meira bara að fíla bara að þú varst bara meira að njóta þess að hlaupa eiginlega, sko, þú veist, bara, já og mér fannst það líka að vera að hjálpa mér mér fannst að vera að kondísjona svolítið lappirnar á mér þú veist, þegar maður að bánsa þú veist, þarna bánsa ég bara stanslust í 20 mínútur eða 30 mínútur eða hvað það var og síðan þú veist, það kemur inn í gymmi þá fannst mér bara svona þessi milli tímabil það sem kannski ekkert mikið var í gangi þau voru bara svo automatist og höfðu engin áhrif og ég held að þetta hafi líka bara fín áhrif á lungun og heilan þú veist, bara þetta súrefnisintakan og svoleiðis, ég held að sem ég fannst þetta ekki vera að koma niður á æfingunum hjá mér, þá ég fór í hnénu sko, og svo sem veit ekkert hvort að og ég var svo sem það því að ég fór í hnénu nákvæmlega 2013 og þá var ég ekkert að hlaupa sko. Já, getur verið að það hafi bara verið komin tíma á þetta nýja þetta ég veit að þetta er mjög algengt í glímunni. Já, ég held í rauninni bara að þetta hafi verið skilur það þurfti bara að skipta klossana þarna með núna sko og það kom bara á ömurlegum tíma og var þessi eðlis að þurfti bara að gera við það strax ef ég ætlaði ekki að eyðileggja nýð eitthvað meira sem ég var náttúrulega ekki tilbúin til að gera. Það er líka svolítið málið þú vilt geta fara á vélsleðan og krossaran og leikið með sinniðinum og þú ert ekki tilbúin til að fórna einhverjum svona skyndaákvörunum í íþróttinni fyrir bara lífstíðar fjörið sko. Nei, ekki ræða það sko og ekki heldur sko í rauninni eins og þetta var sett upp líka þú veist að þetta hefði bara haft áhrif á restina af karriérinu minn, ég hefði mögulega bara komið á stað einhverju brjóskeiðingu eða eitthvað inn í hnénu sem bara, það var bara hnéð eitthvað svona bara með eitthvað svona hálfgert rusl hnéð það sem eftir og þú veist bara ekki ræða það sko. Hvað langaði að sjá núna í framtíðinni? Hvað er svona heitlað þig? Magni aftur? Já, ég var mjög til í að fara á móti Magni en ég einhvern veginn smá efast hann sé að fara að taka barda við mig aftur en þú veist hann fekk náttúrulega sjúkan fætt þarna í staðinn. Já, hann fekk fínt payday. Já, reyndar, hann má eiga það en var heldur góður og gaf hann einhverja $15,000 held í einhver góðgerðar málefni fyrir einhvern veikan einstakling eða eitthvað barn alveg rétt sem var heldur, hann er náttúrulega bara mjög flottur gæi já, alltaf kunna með það, mjög svona classy og þú verður til í að berja hann Já, ég var til í að berja hann Já, ég var mjög til í að fá að berjast hann aftur eða sérst fá hérna vera matchaður upp á móti honum eða bara einhverjum maður sem gæði mann uppi ég var náttúrulega eins og flestir vita sem að fylgst með þá var ég mikið til í að fá rematch á móti Ponzinibbio og þú veist það kemur í ljós og við vorum náttúrulega búin að púsa það þeir vildu það ekki Hvað með núna eftir að Thompson tapa á móti til? Fara á móti honum? Á móti Thompson þá? Já, það var ekki eðvögt sko en ég bara stór efast að hann myndi taka bardaði mig það sem hann hefur verið að forðast svona fætir eins og mig eins og heitan eldin sko. Af hverju ætla hann að forðast þig? Það er að ég er góður í jörðinu og hann, þú veist, er það ekki Bardaðin byrjar standandi? Já en kannski endur Rúst? Já, ok, en þannig að þú ert slæmt matchup fyrir hann Já, þeir myndu líta klárlega þannig sko og ekki bardaði sem hann þarf að taka og þú veist Sérstaklega að koma úr tapi ég veit ekki, kannski er það skiptið það engu Ég veit ekki, ég held bara að þú veist hann er rankar það hátt og þú veist áregla miklu öðuldara með að ná sér í einhvern anstæðing sem er tölvöld betra matchup fyrir hann og rankar hærri en ég sko það sé svolítið þannig sko Hvernig sérðu það svona þetta, ég veit þú pælar ekki mikið í þessu og náttúrulega útskýra allan tíman af hverju þetta skiptir svona litlu máli en þetta er svona, maður svona spyr sig hvernig þú sérð spilast úr þessu að þú komir niður úr svona botnbaráttuna á topp 15 og upp í bara svona þann stað sem þú átt að vera þú veist heldur að sé mögulega Ponzinibbio næst og síðan einhver eitt bardagi viðbót og síðan ertu komin inn í
hennan topp 5 róster eða? Já, það er eitthvað svoleiðis. Ég meina, ég veit ekki hvort ég fái Ponzinibbio næst, sko. Mögulega þarf ég að berjast við einhvern annan og vinna og síðan fara eitthvað að gelta á hérna Ponzi, en það kemur ljós. Ég bara, þú veist, það bara halda áfram að djöflast og negla þessu næstu gæja sem ég fór á móti, sko. Þannig að það er bara svolítið að ráðast svolítið í höndum UFC. Já, og bara í höndum náttúrulega fæterina, sko, þú veist, það eins og ég segi, þú veist, þeir hafa reynt að matsa mig upp með hinum og þessum þekktu fæterum og margir eru bara ekki tilbúinir til þess að berjast. Já, pappiðin er að fá símtöl á nóttunni með alveg áhugaverðum tilbúðum, eða ekki? Eða áhugaverðum hugmyndum. UFC er búin að koma að hellinga og er búin að pressa hin og þessa gæja, sko, en þú veist, síðan geta þeir náttúrulega alltaf sagt nei. Já, sem er svolítið skrítið. Já, það er svolítið fúlt. Maður stundum hugsa bara, akkur er þetta bara ekki eins og í fótbolta, það sem að þú veist, þessi er bara setja á móti þessum, þessi setja á móti þessum, þessi setja á móti þessum og svona berjist þið nú strákar og síðan bara fara einhverjir áfram og eitthvað svo leið, sko. Það myndi einfalda lífið heldur mikið, sko. Já, það væri þér í vil. Já, ég trúi. Hérna, eitt sem ég var að rifja daginn, verðast það svo gott, við vorum hérna með seminarið út í Írlandi og vorum í þessum löngu við lestaferðum og þú ert eitthvað búin að horfa út úr gluggan í svona 2 tíma og spyrð mig á Halldór sem er annað með þér eitthvað, hvernig fílið þið Pál Óskar? Ég eitthvað það tók myndir á hann þegar ég var vestló eitthvað, fíla hann í botn og það var mjög almennilegur og ég kunni alltaf eitthvað að meta það hvað það spá? Nei, ég er mikill Páls Óskar maður. Hver var ástæðan fyrir því? ég er náttúrulega, þú veist, að vita allir hver Páll Óskar er, sko, en ég hafði svo sem aldrei spáði, en náttúrulega bara, þú veist, söngvari og þessi karakter sem hann er og svoleið, sko, og aldrei eitthvað spáði í því neitt meira, en síðan ekkert að vera að gera eitthvað verkefni, þetta er einhver ár síðan, sko, þetta sneri að því að sína fram á að þekkt fólk og svoleiðis, það hræðist ákveðna hluti líka og svoleiðis. Og svona hvernig það dílar við, þú veist, lífið og það sem það hræðist eða það sem, þú veist, já og ég fór hérna og þetta var eitthvað svona stutt sena bara sem að ég bara tala einhverja hluti sem að ég, þú veist, þurfti að díla við eða hræðist og hvernig ég kemur í gegnum og nema á undan mér í röðin er hann Palli. Já, og ég heyri bara svona hann vera að tala um svona hluti, ég man þetta ekki nákvæmlega hvernig það var, sko, en ég man bara, þú veist, hann var svona að tala um, þú veist, þegar hann vaknaði og hvernig hann svona tækist á í daginn og þú veist, svona viðþóru sem hann var með við, þú veist, verkefnunum sem hann var með og bara svona deginum almennt og mér fannst það bara svo, þetta var bara svo rétt, þetta var svo sterkt svona karakter enginn, þetta var svo jákvætt og bara svona, þú veist, þetta var svona karakterengin sem að er að fara að fleita þér svo miklu lengra heldur en eitthvað annað, þetta er svona, þú veist, þetta er svona no bullshit dæmi og komið bara einhvern veginn óvart ekki það ég þekkjan eða, þú veist, komið bara svona smá óvart frá, þú veist, honum, ég var ekki að búast við þessu, ég held að, þú veist, hann væri bara að spá einhverjum allt öðrum hlutum, en eftir það var ég bara, þú veist, Páll Óskar er meistari, hann er bara snillingur, djúðlir ég ánægði með, þú veist, hausinn á hann. En hvað er það í hans fari eða kannski bara svona fari annara manneskja sem svona heillaði, hvað er svona attitúd er þú sjálfur með? Hvernig vilt þú takast á við lífið? Því ég fíla mjög mikið svona no bullshit gæja og bara svona praktík og bara svona, þú veist, ekkit svona fórnalamps hugsun eða neitt þannig, bara svona gaurar sem að, þú veist, sjá bara, þú veist, lausnir og þú veist, það er bara, þú veist, það er hellinga hlutum sem er erfitt og maður lendir í hellinga óöflugum hlutum og þú veist, eða whatever, hvað það er, þú veist, ég fíla bara svona gaurar sem að bara svona eru til í að díla við bara þessi verkefni og þú veist, þeir bara sjá hluti bara í lausnum og þú veist, er ekkert að velta sér eitthvað meira upp úr því, þú veist, þannig er ekkert að gera meira úr hlutunum heldur en þeir eru, þú veist, það var svona svolítið tilfinningi sem ég fekk þarna, sko, þú veist, ég fíla bara svona svolítið þannig, sko, þetta er svona, já, bara svona yfir og er ekkert, þú veist, já, er ekkert eitthvað drama í kringu það og þannig, sko, og eins og ég segi, ég þekki hann ekki neitt, sko, en bara þetta var bara geggja moment og hann bara, þú veist,
fekk mína virðingu á öðru leveli fyrir þetta sem ég heyrði og ég, þú veist ég vona bara innlega að þetta hafi ekki verið eitthvað skriptað eitthvað, ég held ekki þetta var mjög einlægt moment sko, en já, ég fíla svolítið þannig, bara svona tiltölulega down to earth lið, eða fólk sem að svona á auðvelt með bara svona að takast á þau verkefni sem að koma fyrir fram að þau sko, og bara eru, þú veist, almennt í ákvæðu og bara svona drifin og hérna ekkert ves, þú veist, það er bara auðvitað er ves allstaðar, en þú veist það er tíluð það, við finnum bara út í því, við erum ekki deyða orku í að orkina sjálfum okkur eða spá í hvað þetta verkefni er ógeðslega erfitt eða eitthvað, þú veist, það breytir einhver máli, þetta er bara það er bara græði þetta. Þú hefur náttúrulega farið svo víða og hitt svo mikið af fólki og hérna fengið að vera í kringum ógeðslega skemmtilegt lið, þú veist, eins og bara þú varst að tala með BJ Penn og síðan varst þið á GSP eða ekki? Nei, ég var ekki hjá honum í Montreal, en hann æfiði mjög mikið í New York. Já, í New York, þar sem þú varst einmitt hjá Enzo Gracie, síðan ertu búin að vera undir John Kavanagh og þú hefur verið í kringum Conor og alls konar lið sem að hérna, þú veist, var ekki líka Ryan Gosling sem kom til landsins og gisti hjá foreldrin? Nei, fór í mat hjá foreldrin. Jó, hann kom í mat til hann heim. Já, þú veist, þú hefur fengið að kynnast alls konar fólki og verið svona heppin með að þetta sport bjóða upp á það að ferðast og bara svona skemmtilegt tengslanett. Er eitthvað svona viska eða eitthvað ráð sem þú fengið yfir ferilinn sem bara svona hefur svolítið fests við þig og þú hefur svona lifað eitthvað eftir? Eitthvað ráð sem þú hefur fengið sem er svona betur en annað? Frá Ryan Gosling helst. Já, ég man ekki eitthvað svona sérstætt núna sko, en þú veist, auðvitað eru hellingar svona, maður hefur heyrt fólk tala og eins og einn af mínum uppáhaldsfæturum fyrir og síðan er Fedor Emelianenko sem er rússi, hann er svo, þú veist, algjörlega past his prime núna. Hann var í Pride eða ekki? Jú, hann var í Pride og barist í Strikeforce og Affliction og okkur svona, en ég fílaði svolítið, þú veist, ég fílaði bara mjög mikið hvernig hann var svona mjög rólegur yfir og alltaf, þú veist, þegar hann var spurður að einhverju og eitthvað svona, þá, þú veist, mér fannst bara svona svörin hans, ekki bara að hann var eitthvað svona, þú veist, ég held að margir að fíla hann og það hann átti að vera eitthvað svona stone cold killer. Það var ekki beint það sem að mér varst bara svona, þú veist, það sem að svaraði og þannig, þetta var allt svona, þetta meika allt svo mikið sens og það var ekkert verið að flækja það, þú veist, það var bara svona, hann einfaldaði allt svo vel og þú veist, ég hef alltaf séð einhvern veginn þeir sem að taka svona einhverja hluti sem að öðrum finnst vera þvílíkt flókið og út allt og þú veist, það er bara, já, þetta er ekki svona einfalt og þetta, þú veist, en gera það bara svona einfalt, það finnst mér bara vera, þú veist, geggjað. Er það að tala bara, þú veist, verkefni eða ekki það að koma hlutunum svona vel frá sér í orðum, heldur bara hvernig það tækla lífið? Jú, það er náttúrulega að koma vel frá sér í orðum og þeir hafa skilning yfir og vita, þú veist, vita nákvæmlega að við þessu vandamáli er þessi hérna lausn. Punktur, þú veist. Það er svo margt sem þetta velta fyrir sér og vanga veltur í fram og tilbaka og eyða öllum þessum tíma og orku í að þú veist flækja þetta og þú veist hvað ef og eitthvað bla 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 en þú veist, hann var svolítið þannig bara, það var bara já, það er glað, þú veist, þessi gæi kýlum mjög fast, þú veist, hann er alveg bara svona, þú veist, extra cold sko, þessi gæi kýlum mjög fast, hann er mjög góður að kasta fólki, hann er útlæð sterkur, ég það bara færa mig frá högunum hans og hitta hann passa mig að lenda ekki í föstu taki, þannig að ég geti kasta mér. Það hljómar eins og viðtal frá þér. Já, í rauninni sko, þú veist, og þetta er allt svona einfalt, þetta er allt, þú veist, eitthvað svona, já, ok, basic, auðvitað er allar að reyna að gera það, en þetta er í rauninni held ég það sem hann hafi samt bara verið að hugsa, nema auðvitað kemur svona aðeins dýpra inn svona aðstæður og dót hvernig hann gera það, en þú veist, hvað á hann að segja meira í rauninni, hugsa ég oft, þú veist, hvað, þú veist, þetta var í rauninni grunnurinn, þú veist, að því sem hann ætlaði að gera, það fannst mér svo einfalt að geta bara, þú veist, haft það og oft er í rauninni bara lífið, það er bara svona einfalt, en við flækjum það alveg fram og tilbaka
og ég, þú veist, ég fíla bara svona karakter einkenni og sumir halda bara svona, já, svona gaurar eru bara svo einfaldir, þú veist, þetta eru bara svona hálfvitlausir gaurar og þú veist, það er helviti gott að vera svona einfaldir, þú veist, lífið er örugglega þægilegt og eitthvað svona, það hefur bara ekkert með það að gera, þú veist, auðvitað í einhverjum tilfellum, en það hefur ekkert með það að gera í mörgum tilfellum, því þessi gæjar eru bara, þú veist, bara sætta sig bara við, þú veist, vandamáli eins og það er, þetta er bara svona, þetta er hunderfitt, en ég þarf bara að vera góður í þessu og geta að díla við þetta svona og það er það sem ég er að gera punktur, þú veist það er ekkert meira í þessu. ekki. Hver myndur þú segja að væri svona þín stærsta eftirsjá í lífinu fyrir utan að hafa skipt út leiðin okkar allra sem workouts? Stærsta eftirsjá, ég hef einhvern tíma verið spurður að þessu, ég veit ekkert hvað. Mér langar ekki til svara, mér langar bara svona að seima þig fyrir að skipta leiðin okkar allra. Ég tók eftir því, sko. Þú fannst fyrir því. Hvernig ertu að meta hérna nýju Marvel-myndirnar, svona rétt í lokin? Geggjar. Ég veit þú ert mikill aðdáandi. Já, síðasta hérna Infinity War og alveg sturluð því er Team Thanos alla leið. Já. Hann er minn maður. En svona hinir karakterinir, ertu hata alla. Nei, ég er að tala um eins og trilógíurnar eins og hjá Thor, veist, ertu fíla þær líka? Já, mér finnst það mjög góðar. Ég fíla svolítið svona, þú veist, action myndir sem eru samt velgerðar og þú veist, flotta brellur og þú veist, fyndnar líka, eins og Thor myndnar eru alveg, þú veist, það er húmor í þeim. Sérstaklega 3. Já. Thor 3 er bara einhver grínmynd, sko. Já, þar fóruður svona alveg kannski mögulega fram úr sér í sumatriðum, sko. Já. En samt bara, þú veist, geggjað, sko. Og Deadpool er náttúrulega, þú veist, mér finnst hún alveg geðveik, sko. Guardians líka. Já, Guardians, trilltónlist. Já, þú ert hérna, það er æfingaplaylistinn, Guardians of the Galaxy. Já, við náttúrulega, þegar við fórum hann út, það var bara playlistin og spilaðar allan tíman. Hérna Guardians of the Galaxy 2 playlistinn, hann var bara spilaðar á hverju einasta seminari. Það var líka svo gott, fólk kom eitthvað svona, oh my god, can somebody change the music? Og bara, no, it's Gunny's playlist. Oh. 60s slagarar í gangi. Fólk er náttúrulega aðeins kannski vanar að vera með eitthvað en það er nú ekki beint heldur í takt við þinn persónuleika. Nei, það held ég ekki. Þá sem að kunnulega með þetta gott beat. Já, það þarf að vera tölvöld hægara. Það er verið að tala. Þetta er gott. Lo-fi beats. Varst ekki eitthvað að meta að fá þér eitthvað flúr tengt Marvel? Já, svona söguhyggjum. Jú, ég ætlaði að fá með Thanos á bringuna. Nei, ég hef ofta eitthvað spáðið einhverjum flúrum og svoleiði, sko, en einhvern veginn aldrei látið vera að því. Oft var það líka út af því að þú veist, ég nefndi ekki að hérna, þú veist, maður getur ekki gert neitt í smá tíma eða eitthvað, en það verður samt ekki alveg verið raunin, því það eru mjög margir sem að þú veist, þeir eru að æfa og eru að flúra sig og síðan eru bara, þú veist, góðir eftir einhverja nokkar daga, sko, en ég bara, þú veist, ég veit ekki, ég hef aldrei verið eitthvað ægilega mikið fyrir flúr, sko, eða þú veist, mér veist mikið af þessu geðveikt, mér veist flott, þú veist, á sjá flúrin hjá mönnum og svona, en ég bara hef aldrei satt að segja, bara nefnt að fara þarna og láta drita mig með einhverja nál og setja sig þann eftir og bara, nú, sturla. Það gerur Star Wars eða? Star Wars? Ég er mikill Star Wars fan, sko, ég get alveg hugsað mér eins og vorum að tala um, mér finnst geggjum einhver svona, þú veist, slífið á fætinum eitthvað svona með einhver svona karakterum sem að, þú veist, þú hefur bara dyrkað í gegnum árin, sko. Hvaða karakter er þetta? Það er bara, þú veist, Yoda er náttúrulega höfðingi, sko. En ertu ekki að tala um að mixa, sko, Star Wars og Lord of the Rings og Jó var með Fróða þarna hliðin á Yoda? Ég myndi ekki endilega velja Fróða eða Gollum eða eitthvað, sko. Ég var mikill Legolas maður, sko. Dobby úr Harry Potter? Já, ég er endan mikill Dobby maður. Ég vissi því. Ég myndi henda Dobby rakleiðis yfir all lærað með gefist það ekki verið. Með sokkin? Já. Jú, mér finnst það svolítið cool, en ég örugglega aldrei eftir að láta vera það einhver svona, held ég, sko. Ég veit það ekki. En Þetta er geggjað, en ég mun nú ætli láta einhvern tíma vera þessu. Ég á pottið eftir að fá mér eitthvað tattoo einhvern tímann. Ég get eiginlega lofað því.
En ég efast að verði full sleeve með Dobby og fylgum sko. Já, kannski fæ ég bræðið fyrir þessu. vonum það. Herðu, ég var að væla í þér fyrir einhverjum vikum að koma í podcastið og þú veist, málið var ekki, það var ekki að samfæra þig sko. Ég bara vissi, þú veist, þú varst alltaf til en ég vissi bara að það er svo erfitt að draga þig hingað, en það þurfti að vekja þig og sækja þig í dag en og þú eitthvað, Þú sagði samt að við værum bara að fara á Joe and the Juice. Já, síðan kom ég bara með þig hingað síðan sagði ég við þig eitthvað, nei, þú sagði mig hvað tekur þetta langa tíma og ég eitthvað podcastið með Bjögga tók alveg 2,5 og þú eitthvað 2,5 ég myndi klára öll orð sem ég kann á 2,5 og ég ljósa þess að við vorum að hitta 2 klukkutíma og 26 mínútur þá ætla ég bara þakka kærlega fyrir spjallið. Takk sem að leiðis. Gangið vel með svona MMA dæmið allt saman. Já, þetta bardaðastaf. Bardaðastafi. Framtíðina fyrir Gunnar Nelson, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig.